Góðan daginn og velkomin til leiks 9. umferð á Íslandsmótinu í skák. Ég heiti Ingvar Þór Jóhannesson, hvítameistari og mun fara yfir gangmála umferðinni hér í dag. Og við ætlum að, svona eins og venjulega, bara förum við svona yfir flesta skákinar og sjáum hvað er að gerast. Og hefjum leikina hjá Hilmi Freyr með hvítt gegn Vigni. Erfið skákur Vigni með svörtu mennina hérna á móti félaga sínum. Þekkja hvern annan mjög vel. Og Vigni þarf eiginlega helst að vinna þessa skák til að halda yfir Helga Áss sem hefur hvítt í dag gegn Alexander Domačuk. Og kannski ólíklegur að tapa meira í jafnteflinu með hvítu. Við fáum hérna Sigurleifur, það er nætórafbreið. Allt sem að þetta hérna biskupinu 3. En hérna velur það er hér sem að Hilmir hefur líka telt hérna hrókur G1 í 2 skákum undanfarið á EM landsliða og móti Hjörvari. Það velur hérna biskupinu 3. En þá kemur riddari CSS hjá Vigni, ekki alveg mainlæni hérna og hérna leikur hann H5. Hérna eru aðeins 3 skákir. Þessi blanda af riddari CSS og H5, þetta er nú ekki súper algengt hérna algengt í Najdorf, en þessi H5 hugmynd náttúrulega þekkt til að sportna við G4. Það verður svona ekki marga telta skákir akkurat hér. Dróttin D2 hefur telst í 3 skákum. Biskup C4 virðist eiginlega bara nýleikur. Getur þess að skipta yfir í. Nú allt í einu skiptum við yfir í 6 skákir. Þar meðal Lego Topolov. Þar var dróttin D2 valið, hérna kom dróttin E2 hjá Hilmi, biskup D7. Hvítir langkrókar, biskup E7. Og hérna transpósum fyrir eina skák, Levon Arashidze, Bach-Vevi, það kom hérna. Riddari C6, en Hilmir hörvar hérna með biskupin, biskup B3, dróttin A5, kongur B1, þetta er allt svona frekar eðlilega leikir á hvítum. Og svartur vandalega, ef þetta peði væri hérna, hann myndi hann bara róka og væri með nokkuð eðlilega svona síkirlega stöðu. En hérna ákveður Vignir að hafa kónginn bara svona á F8. Koma svona aðeins. Fyrirlega leikir sem maður sér ekki oft hérna. Eftir dróttin F1 þetta er D8. Þetta virkar svona aðeins. Passið til Vignir og svona býða át þetta. En hlýtur að vera þægilega hvítt, hann er með svona bara góða síkilega stöðu. Og svartur er svona, ég veit ekki eiginlega hvað skal segja. Þetta er ekki G4. Við viljum að sjálfsögðu halda þessu biskup, hann er biskup G1. Það verið svona auðtefnilegri staða á hvítt. Svona í fljótu bragði. Og vantarlega hann að plana bara að leika H3 og það eru komnar hérna ákveðnar skotlínur sem getur orðið erfitt að eiga við. Mér sýnist þessi stað að henta líka Hilmi mjög vel, hann er skemmtilegur, dýnamískur skákmaður. Þannig að þetta getur orðið erfið skák fyrir Vigni. Og þá kannski skiptir svolítið máli hvað gerist hjá Helga Áss. Færum okkur hérna yfir í skákina hans. Hann allir eins og Vignir að það var svolítið fyrirlega kóng. Það er drottningapeði Helga sem að, kemur ekki neinum ávart. Við fáum drottningabræði hérna, riddari C3 og riddari B til D7. Þetta er, leið sem ég hef telt líka og svartur býður svolítið eftir í hvar biskupin fer. Eftir biskup G5 kemur yfirleitt biskup B4, líka eftir biskup F4. Svipar mjög til hérna Rakósins afbreyðsins. C2, okkar riddari 1-4. Riddari F, í þessum biskup B4 afbreyðin það var oft riddari E4 og C5 þessi leikir koma oft til að setja pressu hérna á. Þannig riddara, 1-3, G5.
og lék Helgi biskup eina 5 sem var tekið og C6. Fóturinn stöðunni að skákana biskup af, þannig að svarti það eiga tíma í að loka skálinunni og svo kom F6 hérna. Einn skák hérna Bú Xiangxi gegn Anand 2016 enda jafntefli. Bú Xiangxi Bú lék myndir þetta F3 líka. Biskup F5 verðist vera ný leikur. Drottning E7 var held ég leikurinn sem Anand lék eða hvað? Nei, Anand lék hérna F5 í sinni skák sem endaði jafntefli, en Sasha leikurinn biskup F5. H4 svartur vill ekki lega hvítum opna hérna hálínuna, þannig að hann leikur hérna Gunnar 4 reytar hérna D2 drottning E7 og kongur E2. Já, svolítið spes. Hvítur vill náttúrulega helst langkróka, en þá er Róni hérna en Róni F5 á móti, þannig að hvað með yfir langkróka hér. Það er sfurðuleg staða. Í langkróka, það er margir möguleikir í boði, langkrókun, þú veist. Það drap hér, það drap hér, drap hér. Mér sýnir samt að drapið eftir sé prófum þetta bara, þá tökum við hérna F5 og fáum dóttir svolítið tilbaka. En kongur E2, það er eitthvað að þessu meina. Kannski verður bara með vara sem að kóng sko í ykkur svona stöðum. Það 3. Já, hérna verður eitthvað dróning betur að því að skák hérna. Já, eitthvað svona, já, ok. Aðeins að skeignast skilvísingar. En kongur E2, já, eitthvað sigur, svolítið sérstakur leikur. Þannig finnst einhvern veginn líklegast eins og maður hefði reynt að leitast við að losa pressun einhvern veginn, taka E4 með biskup eða riddara og velja svo hvar við höfum konginn. Kongur E2. Já, getur við kannski bara báðalengt hjá Andra, Vignir og Helgi Ás í umferð dagsins. Já, getur vel verið. En já, Dagur Ragnarsson náðan dag heim hjá sér, fær vinning hérna Hjörvar með hvíta móti Lenku og þar var já, fórum við Marokkos í bænt hérna en í gegnum leikjaröð í gegnum enska leikin. Þannig að hóttabla á C4, ekki E4. Það kemur mjög svipað út í rauninni. Við getum ímyndað okkur eftir að fyrir tilbaka. Á sama staða myndi koma upp hreinlega hérna eftir E4, C5, F3, G6, C4. Til sama staða við erum með. Eftir E4 hér. Lenkaleikin eftir C6, D4. Og fáum þessa svokölluðu Marokkos í bænt stöðu. Þessi hvítur með þessi peð hérna sem að lama svolítið, ég ná í rými fyrir hvítan og lama svolítið þessi peðabergur svörtum. Sjáum að hlutlega D6, þetta er C2, A5 strax. Ekki algengast leiðin hérna hjá svörtum, en þetta er bara svona stöðutýpa, kemur allt eiginlega út á 1. Það er 4, biskupina 3 hjá Hjörvari, biskupina 6 og C1. Sjáum að svartur er svolítið fastur hérna með að opna stöðuna og hvítur heldur svona þægilegu rými, þannig að svartur þarf svolítið að bíða átækta mannúðarmennina. Þessi riddari er átt að reyna að mannúðarast eitthvað hér, drottningin getur skottast hérna. Svartur er svolítið að bíða átækta og þekkir þetta enginn
betur, jafnvel í heiminum en Margeir Pétursson sem teldi þetta að verið náttúrulega gríðarlega mikið. Dróttin D2, riddari A5, pressa á þetta peð, hér var valda það með riddari A3, riddari á C5, finnur 3, annars hefði svartur mögulega getað hugsað að taka hérna og taka hér. En ekki með F5, reynir svona þess að róta stöðun upp, þetta er dreif með E-peðinu og dreif tilbaka með G-peði. Og verður F1, hérna, ég ákveður ekki að fara tilbaka með riddar A5, fyrir á C6, riddar A B5, riddarinn sem var sérst A5 var með pressa á þetta peð, nú er það farið, þannig að það losnar hennar riddar, þannig að hér á A5 með hann hennar B5, pungur H8, riddar A5, Róku C8, það láka sér í loftinu einhvers konar. Þetta er C7 leikur og svo biskup C5. Þá erum við með gaffal hérna, þannig að Róku C8, biskup F1. Þetta er svolítið svona biðleiks tapmennska. Þetta er D4. Og nú held ég að hvíti myndi drepa hérna ef hann ætti leikinn, þannig að ég hugsa að svartur hörfi nú með hennar biskup á D7. Finnst mann líklegast. Og þetta er svona, þetta er örugglega eitthvað betra hvítar en tölvunum. En maður sjá hvað er best móðan á minni. Eitthvað betra hvítan en svartastæðin er alveg traust. Þannig að það er alveg mikið eftir hérna. Ég spáði samt biskup D7. Svo er það skákin hjá Olgu og Barði. Og Olga, hún maður eiga það, hún teflir alltaf skemmtilega og hressilega og hún brydda upp á kóngsbræðinu hérna með finnur 4 í öðru leik. Og það er nú ekki sést oft. Ég ætla að sjá, ég var að senda hérna League Chess varandi official podcastið, gátt að það svarið mér hérna. Ok. League Chess er það sem við sendum út núna ætti að vera komið í lag. Það var alltaf verið í lagi, það kom smá hyggstann í byrjun. Það hefði þurft að endursetja hjá sér. Ég þarf að setja post á, ég get ekki stjórn á því, en chess.com og Chessbase voru í lagi. Ok, allavega. Það sem ég nota er bara svona private broadcast, það sem maður segir. Það sem að leikinn eru live. Já, það var D5. Hvað heitir þetta ekki? Falkbeer Counter Gambit. Það var Falkabjórinn. Farðu fyrir beint í Falkabjórinn. Þetta er D5. Þetta er bara F4. Já. Líka til hérna E4. Já. Alls konar gambita þar, já, er það Falkbeer Counter? Nei, D5 er Falkbeer Counter Gambit. Þess er til og hérna er einhverjir voða variantar. Segir maður ekki alveg. Það kunur eitthvað í sig gamla dag. Hvað getur það leikurinn? Hvað svona? Úff, wow. Jæja, allavega. Einandröpi finnir 4, algengast leikurinn. Í þess aðbreið riddari finnir 3, riddari finnir 6, þá kom C4 og hér er til dæmis skákin Magnús Carlsen, Nikolai Tjatajev 2012. Ég held að það hafi verið eitthvað svona Rapid and Blitz dæmi. Ég er alveg svona C6, D4, Samuel Carlsen valdi, setur við D5. Nei, setur við D5 algengast og það er það sem að Tjatajev leika móti Carlsen, tapaði. Nepomniachtchi er með skákina móti Kostyniuk. Sú skák er eins og okkar skák hérna, biskup B4 skák. Riddari C3. Ég ætla að fara henni yfir, já. Kostyniuk krókaði, en Bárður tók á D5. Þá erum við í skákina Bronstein allt í einu. Þar var stuttróka, já. En nú erum við komin aftur inn í Nepomniachtchi skákina, biskup B2. Við fylgjum henni hérna, nema hvað Kostyniuk leikir riddari E4. Þannig að Bárður virðist ekki vera sammála Kostyniuk. Drepur hann á C4.
og stuttdrákun og erum ennþá með nokkar skákir hérna Ritter D5. Já, fyrsti svona að því verið nýji leikurinn. Þetta var tekið Ritter E5 og hérna kemur Persford hjá Olgu, hún ekki smeykuð að gefa peðin. Við höfum séð það á þessu móti. En spurningin er bara ykkur vandræð með þetta drottning D4, Ritter D4, biskup F7, kemur kongur H8. Venjulega myndu sjálfsögur vilja gefa hróki fyrir 2 menn, en þá kemur einhver biskupsskák líklegast hér og vinnum hennan hér. Við skiptum henni yfir, reynum. Þannig að kongurinn þarf að fara H8. Það væri hvítur rosalega til í að skipta á þessum hrók og þessum biskup. Það var hrók hérna. Það getur við skellt í svona skemmtilegt máttema og með þetta G6 og H4. Það er enginn að fara að gera það. Þótt ég hafa nú jinxa einhverja skákir á þessu móti með svona variantum. En kongur H8 kom inn, Olga á 1 klukkstund og 6 mínútur. Bárður 48 mínútur. Já, 37 endur eftir kongur H8. Ístendar, já, þetta svona þessi barðurlaga. Akkur eru fara 9 mínútur í leika kongur H8. Við þurfum nú það 30 sekúndur til að sjá að þessi gengur ekki. Það er skák. Það eru bara 2 leikir í stöðunni. Það leikur bara kongur H8 og sjáum svo hvað setur. Og það er augljóslega ekkert þingamátina. Við komum hróknum ekkert þinga hérna á hólínuna. Þannig að what to do? Ok. But okay. Já, hvítur allar með mjög virkari stöðu hérna. Það liggur ljóst fyrir. Kannski er þetta nú bara leikur sem ég leik hérna aðan. Svona að gamni mínu. Öllu gamni fylgir einhver alvara. Svo er kannski möguleiki á að leika bara fara með biskupinn tilbaka, ekki þarna heldur, C4. Ritter F7 hugmyndi líka. Já, þetta var ég að leika þessu held ég, ekki Olga. Þetta er staðan, afsaki, músin er alveg að fara með mig, ég er að losa við hérna, þessar örvar, svona. Já, áhugaður skákir marguleyti. Nú, síðan skákin sem við höfum ekki skoðað, það er Hannes hvít gegn Guðmundi. Það leit nú eitthvað kunnulega út. Þetta var, já, drottningabragð, tekið, biskupinn 5. Allt saman þekkt, stuttdrákurinn, dronning C2 og C5 hérna hjá Guðmundi. DC5, drottning A5. Drottning C5. Ekki með margar skákir hérna, en sjáttur við tekið á sig þetta stakapeð og vill þá náttúrulega helst fá aktífa stöðu í staðinn hérna. A3 og C8, dronning 4, A6 og D2 og þetta er A5 að staðinn núna. Gaffallin er sjálfsögðu ekki boðið, þar sem að rittarinn núna hérna Guðmundur virðist alltaf að fara með rittarinn á C4. Og þar var það klálega svartu með haga ef hann getið dreipið með D-pöðunum tilbaka. Hérna þannig að Hannes að finna einhvern þokkalega leik. Annars kemur bara þetta C4. Sama hvítur er svona að gera tilraun til að gera ekki neitt, þá kemur þessi. Og þetta er eins og ég segi, svartur hlýtur að vera ánægður með þetta og fara parið og losna við stakapeðið. Það er hún hérna B2 og ef okkur setur þá held ég við bara biskup F5. Missu valdi hérna.
Það má segja að það sé svona alltaf því hótinu stöðun að leikar þetta sé 4, svona stöðuleg hótun. Hann er sem búin að leika hóku C2. Er ekki drottningin smá varasöm hann á 4? Hvað gerist þetta biskupið D7 hérna? Mér sýnist við aldrei eiga neina taktík með riddarana því að þetta er bara alltaf onni hérna. Biskupið D7 bara þokkulega leikur hérna. Ég kemst náttúrulega yfir, ég var alveg lokað fyrir hérna að fara yfir, en það er nú, já, ég get fara á D4 þetta, já, ok. Venjulega riddaran sé þess að D4 riddarin vil ekki bóði. Nei, biskupið D7 er engin leikur. En líklega má ég samt leika ennþá riddari C4. Með hótuninni biskupið F5. Það er líka hótun að taka B2. Til dæmis riddari hér og segjum að ætlum að stoppa biskupið F5. Þá kannski maður bara taka hérna B2. Drottningin er onni, þannig að ég hef ekki tíma í einhverja svona riddaraleiki. Út að riddari bara A4. Hérna er eins og onni á A3 kjölfarið. Það er möguleika hérna myndir nú bara allt skiptast upp og það er reyndar ef við myndum taka hérna, þetta er nú kannski hvítum svolítið í hag, getið telt upp á hérna á svartu sem er svolítið veikleika hérna, stakt peð og svona týpeð. Það er kannski ekki alveg svona einfalt en riddari C4 er samt örugglega alveg þokkalegasti leikur. Já, hann er alltaf ekki búinn að leika honum. Þannig að þetta er staðan, hrókur C2, síðasta leikur Hannesar. Það er kannski við uppum okkur aftur bara í Vigni og Hilmi hérna. Sjáum hvað þeir eru að bralla. Nei, þeir eru hérna fyrir ekki. Já. Þar virðist einhver eldamennski í gangi. Eftir þetta er G4, G1. Það ákvað Vignir að fórna þessu skipta með núna C3. Sjáum það reyndar oft í síkkilegavörðinni, þessi skiptamennsfórn á C3. Þannig að það er allavega ljóst að Vignir er að tjalda öllu til hérna. Hann gæti að koma í baki á honum, það er spurningin, drottning finnur 3. Fyrir við kaupir hérna, líklega ekki. En stundum er það möguleiki sérstaklega í dreganum, með margar svona dregaatbrigði og þekkja það dregaskápmennina þar sem að svartu fórna skipta með á C3 og getur svo oft bara telt endatabli sko. Ég þóra nú ekkert að fullur það hérna hvort að það sé eitthvað sem að gangi en hann fer í það, drottning fyrir A3. Svona aðal vandamál svartra menninir eru nú ekkert sérstaklega virkir hjá honum. Til dæmis eftir riddari yfir F3. Getur vel verið að hann sé að skoða getur verið F3, það er svona konkrét leikur en ég held að það sé nú ekkert sem er í gangi. Ef ég sjá til dæmis að riddari F3 að segjum að það kemur eitthvað svona ævintýraleikur með það er jafnvel í boði eitthvað svona leikur, biskup C5 sko. Þetta er ekkert valda, þannig að þá er hún í hérna og hrókurinn komin inn. Og þetta er alltaf svolítið bundið. Annar möguleiki er hvort við getum bara leikið í E5 líka, sama hugmynd. Og ef D5 þá C4, þetta er mögulega bara sterkara. Þannig að eftir riddari yfir F3 sem ég finnst svona 90% líklegri stöðunni. Þetta er með riddara, já hann er búinn að því. Þá er vandamál hérna á dýrinni sem svarta þarf að glíma við.
Já, þetta er ekki, ég held að það sé nú bara ekkert sérstætt hjá Vigni. Já, hann fær með biskupinn af D7-reiknum. Biskup D7 til C6, þá er hann ekki ónýr lengur hérna. En að samanskapið þá er hann svona reytalaus með hennar biskup. Eða fyrir ekki riddar á D8. Þannig að það er eiginlega morgunljóst að þróunin í þessari skák er svona ekki Vigni í hag. Það þarf að vanda sig. Já, og kannski vera heppinn bara til að ná jafntefli. Ég sé ekki hvernig Svartur ætti að tefla þetta til vinnings öðruvísi en að Hvítur sprengi sig. Þá er spurningin hjá Helga. Já, hefur staðan einfaldast töluvert. Kóngurinn er þó að 1-2. Og það sem gerðist, við fáum það upp hérna, er eftir kóngur E2 sem okkur fannst nú svolítið skrítinn. Þá urðu hérna sannkölluð fjöldakaup. Það var tekið fyrst á C3, B-dreipur, kaup á D3, biskup D6 og series 4. Og er þetta ekki bara hinn þokkalegasta staða hjá Hvítu núna? Þannig sýnir svona að hann geti, sérstaklega hann er að stjórna stöðunni, leika G3 og fara svo bara í aðgerðir hérna á drótningavagnum. Það sér maður ekki alveg hvað Svartur er að slást á móti. Og kóngurinn hefur alveg öruggur, hann getur verið hér eða farið á G2 eða H2 jafnvel. Mér er farið að, já, Hvíta staðan. Ég er orðinn hrifnari en henni heldur en áðan. Það virkaði eitthvað. Kóngur E2, þetta virkaði eitthvað svona skrítið. Kannski í lagi. Já, þetta getur ekki verið besti leikurinn en hann slapp með þetta. Nú er staðan svona sér fyrir. Ok. Draga aðeins til, þetta var að maður fá að svona. Já, þeir stóri strákar þarna. Þetta er líklega hæsta meðalhæði. Hérna í skák í landsflokki, það er kannski bara eina sem getur komið mótið því væri Andri Ás. En ætli Alexander sé ekki orðinn stærri en Andri? Já, þurfum að hafa Andri Ás í landsflokk og Andri Ás gegn Alexander Domačuk. Þá væri við loksins með, held ég, hæstu mögulegu viðri í landsflokki. Stóru strákarnir getur teflt líka. Það þarf ekki bara að henda mig handbolta og körfubolta. En færum okkur aftur í örstutt í Vigni og Hilmi, þar sem Hilmi hefur Hvitt virðist eiga leikinn og þó hann ætlaði upp borðið. Jú, hann var leik eftir kóngur 1-8. Við sáum hann leik biskup C6, þá kom biskup B6 sem virðist undirbúið einhverjum afbrigðum að leika E5 hér og hér.
C4, þannig að það er hún í hérna á D8 með Vigni Valdara sem ætti að taka stingin þá úr svona F5, D5, C4 hugmyndum. Hvað er leikurinn samt? C4, try to open up pælingi bara tvöfaldar sko, bara opna þessa línu og það sé riddara á einhver reyti, það er svolítið pickles með hennar riddara. Já, mér sýnist hann hafa leikið hérna Series 4. Það lítur að vera lægi líka, en greinlega hann alltaf undirbúið að það að leika F5. Þannig að má vera hann hefði ekki bara gert það strax. Vignir er mættur á borðið, og svo við ekki live hérna. Vignir er allavega með góðan kaffibolla þarna. Ég held að veit ekki af í þessari stöðu. Þeir aftur að sjá við þarna Hjörvar og Lenka, það er búið að vera, já, batamerki á damarsku Hjörvars, klárlega. Já, ég verður að vera sammála HTT þarna, það stefnir í það að Hilmir ætla að hjálpa Helga Ás allverulega. Í næstu umferð held ég að Helgi Ás fái svart á Guðmund Kjartansson, held ég sé rétt hjá mér. Og svo fara hvítt á Hilmi, afsakið Vigni í lokaumferðinni. Við erum búin að skipta hann yfir á Hjörvar og Lenku. Sáum beskilum F1, okkur rittari E5. Rittari frá D4, já, hérna spáði beskilum D7, hann kom á borðið. Flokkur Einar 1, rittari G6. Beskilum G5. Ógnar pressa hérna á E7-rittin. Sem svartur svarar með flokkur F7. Og Hjörvar eigur við pressur hérna með H4. Hóta nú að leika H5. Og þessi pressa er nú ansi erfið. Verðum bara að viðurkennast. Hásins leikurinn er ekki búið hérna. Sögum byssutur við H6. Og já, kannski nú hægt að setja henni rittar á E5. Svartar nátt alltaf að passa. Já, hún er búin að leika byssu F8, ok. Þá hlýtur hún að hugsa eftir H5, já, ekki getur hún verður að setja hann hér. En varnirinn að halda allavega eins og er. Hins vegar þykir með svarta staðan orðin rosalega losaraleg. Rosalega losaraleg. Og hreinlega, já, það sem er vestur hvítar er bara svona að velja sko. Það getur verið í einhverju variantum að þessi komið tími til að, já ok, svartur árindar E5 sjálfur í einhverjum stöðum. Við erum bara að leika H5 hérna, riddar E5. Reyna að láta mig detta í ykkur leið til að bara íta þessum gæja hérna í burtu sko. Ég ætla að fara bara hérna næst. Á hann eitthvað sérstaklega reyti. Fókast ég bara riddar F4 og hérna. Eitthvað slíkt.
Það er allt valda hérna, C4P er alveg valda, B3P er valda. Það er ekkert skemmtilegt að svartan. Hérna held ég nú að eftir Basic Buffett þá er nú Hjörvar bara að hugsa, lítur að vera ansi sáttur við stöðuna. Það er engin greining komin á Kóngsbræðinu. Hver heldur Kóngsbræð síðast í landsliðsflokki? Ég myndi náttúrulega giska á Jón L, en það er gaman að sjá hvað langt síðan. Já. Það er ekki komið svarið því. En já, ég held að leikan H6, já. Já, H5 og H6. Ok, H5, Riddari F5 H6. Kemur auðvitað fyrir að svartur leiki H6, þannig að hann styrkir hérna biskup bara á þessu reit, festir þennan og lendir ekki í því að hábeðið sitt sé veikt. Ef drottningi færi eitthvað svartur leikar H6, biskup H4. Þú veist, ok, það er nú ekki góð leið til að segjum bara drottningi, ef hún færi á D2, ég veit nú ekki hvað ætti að gera það, en svona bara framtíðina, þú veist, það sé ekkert veikt peði hérna, veit ekki. Ég H6 alltaf aðteknisverður leikur, hann bindur hennar biskup svolítið niður hérna, styrkir þennan, nú er ekki heldur okkur G7 í boði, en menninir er ansi klaufalegir, og þetta veikir líka skálínuna hennar. Það er erfitt að bera fyrir á henni, en þetta lítur allt saman ansi vel út á Hjörvari. Það verður eiginlega bara að veikina. Ég held að B4 sé næsta leikur í Hjörvari ef að svartur gerir ekki neitt. Kemur B4 tekið og svo aftur B4. Burt með riddara. Þá allt í einu drónin B3 hættulegur út af skálínunni. Ég held að svarta staðan sé svolítið á brauðfótum hérna. Olga ætlar að reyna að máta. Kom þetta? Hrókur að D, Bárður skáka E2, Kóngur H1, Riddari drepur, Hrókur drepur og hérna kom algjörlega þvingaður leikur. Hjörvar með mát á G7. Það er ok. Það er alveg höfðmál. Að hérna verður svartur að leika biskup E7, það er bara einleikur og hann leik því. Þetta var aðeins og freistandi hjá hvítum. Það ætlaði að fá að hóta mátinu. Svo sínum hérna aftur hérna. Þetta mát sem er hérna. Sem er svona eiginlega hvað þekktast úr skák Karpov gegn Taimanov. Það gætu auðvitað reynt þrjóskuna. Leikir Hrókur hér. Herru, ég ætla bara að leika B6 hérna, ég sé ekki neitt. Svona. En svartur getur náttúrulega bara til Hrókur D4 leiki eins og Gunnar 6 til dæmis. Það ekki reytur í kóngin, þannig að þetta er ekkert vesen. Þannig að spurningin er hvernig Olga ætlar að þróa þessa stöðu.
Já, ég sé engan svona killer og spurning hvort að hvítur hefur átt að hana. Það mörg fyrir tilbaka sko, hvort að hvítur eigi að gefa þennan svartræti biskup svo glatt hérna. Áttu ykkur möguleika. Kannski voru ekkert góði möguleikar í boði. Það er nú ef að svartur svona lífur þetta af, þá er hann nú alltaf bara með biskupparið hérna í opinni stöðu. Og má alveg vinna, en eins og staðan er núna, þá er svona tímabundið vandamál. Tímabundið vandamál tengd kongnum og það að klára liðskipana, því að þessi biskup hann á enga góða reyti hérna á skálinni, þannig að hvernig klára liðskipan. Og það er svona stærsta vandamál hjá svartum eins og er. En svona svörtum til haks að þá virðist nú ekki sérstök leið fyrir hvítan til að bæta stöðuna og sjá hvað gerðist hérna hjá Vigni og eftir C4 þá kom hörfaði riddarinn á 5-6 biskup C2 til að valda þetta P hérna, ridдар D7, biskup C7 hér verður svolítið að dagina það er þetta að verða þetta P en Vigni er ákveður að fórna P-ið hérna til að laga riddara sinn fyrir smá ferðalag hérna og Vigni vil meina að standi vel á C5 fær svartandi biskup hvít þannig að þessi riddara stendur allavega vel hérna svartur er hreinum skiptum undir en allavega komið með svona eitthvað reitaspil núna en nú vantar hann að laga þennan það er nú hægara sagt en gert það verður ekki einhvern veginn að tróðanum hérna F7 það er nú ekkert fallegt en hvað annað er í boði klárlega erfið staða hjá Vigni ég held að það liggi morgunljóst fyrir Hannes var mögulega var hann einhver vandræði með þessa drottningu nei líklega ekki en hér hefur nú ekki mikið gerst eftir að hróku C2 þá kom undan C4 það var svona eiginlega ljóst fyrir að það væri freistandi leikur drottningi fyrir að B3 sem þýðir að þetta er ekki hótun lengur hérna því að þá bara drepum við með drottningu höldum valdun á riddaranum svartur á leikinn latri menn myndu við á að lítið bara leika hérna riddari A5 og endurtaka leikinn og sjá hvort að andstæðingur vilja jafntefli en mér þykir Guðmundur ekki líklega til þess Nei, Gummi verður seint talinn laturskák maður, hann hefur leitt tefliskák. Við ætlaði að fara frá skákinu og þá sáum við hérna riddari til E3 hjá Gumma. Það er mikið lagt á stöðuna, eða hvað? D4 að koma. Er þetta taktik sem að ég og Hannes mistum af? Við myndum vantilega einhvers staðar að leika D4 en hvar og hvenar get ég drepa á E3 fyrst og ekki svo D4 drottning fyrir E3 biskup eftir D4 biskup fyrir E3 biskup B3 er þetta eitthvað sem Hannes geti að mista af biskup F2 D4 nei, af því nú getur leikið drottning eitthvað drottning B7 það er svona og svolítið mikið að velta þessu en já, hérna er náttúrulega líka riddari með D4 og þetta hangir allt saman þannig að ekki taka fyrst þannig að spurningin er getið leikið hér dronningin Róni hvort það er að vinna mann tilbaka ef dronningin fer eitthvað þá getur unni mann tilbaka hérna en er það eitthvað sérstakt svartur hefur peð undir þótt að vinna mann tilbaka ég get ekki leikið þessu þá drepur svartur hérna og
og C2. Þannig eftir D4 þá er ég þvingað til að leika drottningunni og okkur sýnist nú að þetta ætti að vera í lagi hérna. En hins vegar sé ég ekki alveg vandamáli fyrir hvítan. Hann er peðið yfir. Hann er ekki bara að gefa parið. Það er Róni hérna. Drottningi virðist ekki eitthvað svona kröftuguleiki. Eða hvað er hugmyndin með þetta B3? Getum við skotið inn í einhverju svona riddar E4 eitthvað slíkt? Finnst það riddar á mikið? Riddar E4 er riddar G4, ég veit ekki hvort er betra. Segjum riddar G4 bara til að gera eitthvað. Við skotum bara E7, getum skotið inn þessum og þessum. Ég mann undir, ég hóta riddar F2. Ég hóta D4 líka. Hér getur komið til náttúrulega D4. Það eru flækir í þessu. Ok, þetta lifnar aldrei yfir þessari skák hérna. Má sjá, ætla að sjá hvort þessi komin leikur. Þetta tekur hann þessi tíma. Þetta er komin svona. En hérna sá ég ekki alveg. Þetta er þannig upp í B7. Er eitthvað millileikur? Don't see it. Það drottningi virðist alltaf komast tilbaka. Ég meina þetta er ekki eins og leikur, ég get með riddara sko. Hérna kannski alltaf tilbaka, það er það sem ég var að meina. Nei, ég skil ekki alveg. Skil þetta ekki alveg. Það náðu smá kaffi með þessu, við kíkjum á þessa, en ef við ekki hafa Vigni og Hilmi með að ég næmi mér kaffi. F6, Vigni ætlar að reyna að laga hérna riddara. Nei, höfum Hannes Guðmund, það er skemmtilegri stað. Það ná mér í smá kaffi.
Herðu, já, hvað er gangið hérna? Við erum komin tilbaka hérna, reyta eftir breiðþrjú, aftur breiðþrjú, D4, þannig er B7, þá draf hann ekki manni svona, þetta er líka D3, já. Þetta hins vegar getur verið bara sniðut. Þetta er biskup D3, drafn D3, vinnu parið og E3-piði og valdar afsætspiði. Var þetta bara glæsilega útræknu snild hjá Guðmundi? Það getur bara verið. Já, og drottningin er alveg örugg hérna bara einhvers staðar. Eða hvað? Jú, jú. Það verður verið hér bara. Ok, það er kannski ekkert. Ég svartur allavega sá með vinningsensina hérna með biskupparið og peða báðan vangjum. Og þetta verið staða sem að myndi algjörlega henda Guðmundi fullkomlega. En kingið kannski á mikilvægast skákina og það er mörguleiti mikilvægast að sjá hvað hann gerir. Hann Helgi Ás sem að er búinn að vinna peð hérna. Við skulum kannski sjá hvernig þetta gerðist. Hann Helgi hugsa málin hérna. Já, við sáum þessi fjöldaköpinn á C3 D3. Við skulum hörfa það C4 og ég sagði að mér lítist nú alveg bara þokkalega á þessu stöðu hjá Helga og hérna ákvað hann nú bara sækja þessum peðum. Þetta myndi falla með skák. Hann er fellur peði. Helgi verið alveg ósættur við leika eins og G3. Það ætti þá bara ekki að leika eitthvað svona. Eða hvað? Þegar með sér geti ég bara skotið inn í drottning hinga. Þinga drottningakaup. Það var okkur E8 að þá vantarlega bara E4 og verðist alveg halda fínu kontról hérna. Svartur saman fínt spil, við skulum ekkert gera lítið úr því, en drottning D5 það kom ekki G3, það kom F5. Geti kannski leikið, nei, já. Það ég held F3, það getur vel verið að ég ykkur að leiki hérna drottning E4, ridder E4, ykkur að hróksleiki. But ok, svartur leiki ekki F5, þannig að það er kannski engin skiptir ekki öllu. Þetta er C4, setjum að þennan biskup C7 og þetta er staðan. Þetta er staðan og Helgi mun verið tíma. Það er að sé betur hér. Helgi með 9 mínútur og hugsar gegn 34 mínútum hjá Alexander.
Man langar einhvern veginn rosalega í þessari stöðu að leika G3 en það verðist ekki tímabært út af mögulega F4 strax þá. Við getum ekki tekið þá tekið tilbaka. Geti alveg verið lægin, það verðist bara verið óþarfi. Þannig að hvítur hangir peði yfir en þetta líka áhættusamt að hafa kónginn hérna og svarturinn að vera aktífur, fara á einhverja línur hérna og setja á drottninguna. Það leppun á elinni og svo framvegis. Tíminn helgar nú ekkert eitthvað til að hrópa hóra fyrir heldur. Stoppa nörstuð hjá Guðmundi og Hannes aftur. Þetta komið svona. Já, þetta komið svona eins og ég var að skoða áðan. Eftir drottning breyður skák á kom biskup F2. Guðmundi drap hérna, hróku D2, logist og drottning C4. Það sýnist mig að vera síðasta leikurinn í stöðunni og Hannes hugsar með 30 myndu gegn 14. Staðan hjá Hjörvari leit ansi vel út. Eftir H6 þá kom hérna biskup C6 á svörtum. Hjörvar ákvað að fara í fyrirbyggjandagirinn með kongur H1, taka hann af þessari línu hérna. Kongur A8, nú kom þessi B4 leikur sem við vorum hérna búin að spá. Tekið og tekið á D5 með lengu. Drottning B6 og drottning C3. Valda peð á B3, að stilli sig líka upp hérna í skotlínuna. Til dæmis væri leikur eins og hrókur A3 núna sem að setja pressa á peðið, líklegast afleikur eftir finnur 4. Það sem ef þú ætlar að bjarga þessu riddara þá kemur riddarinn C3 skák eða B5, skiptir ekki öllu. Skák á kónginn og svo tökum við hérna hrókina. Þannig að ætli svartur þurfi ekki að eyða fyrirbyggjandi leik í kongur G8. Það er svolítið pínlegt að þurfa að leika að maður leika kongur H8 til að koma á kongnum í skjól og fara svo aftur tilbaka. Það er skjólið búið að breytast. En ef við þurfum að leika eins og kongur G8 er hvítur ekki bara að fara að ýta hérna. Ekki mikið flotta reyti. Hér til dæmis myndi ég bara leppa henni riddara. Reyndar hún hérna B4. Kannski ekki alveg með superfritt spil hérna. En já, ég þarf ekki að vera skálinu, ég get líka verið hér bara. Eða hér. Skilja ykkur B5 í loftinu. Nei, ég var að leika með manni til að hafa mikið með það einhver. Það er maðurinn á D4. Ok, á B4 reynda kannski ekki ótímabær leikur eftir kongur G8. Við erum að vanda okkur aðeins, kannski byrja á til dæmis biskup B5. Já, til dæmis. Mér langar bara að leika B4 og hendust riddara hingað en það er svo sem gerir ekkert eitthvað. Engar superglóriur. En svartur, já ég myndi segja að svartur hangir algjörlega bláþræði hérna, ég held að það sé alveg hlýtur að vera ljóst. Erfið stað að tefla fyrir svartan. Eins og tíminn sýnir, lekka komin í 8 mínútur, 38 hjá Hjörvari, það munar hálftíma. Olga Bárður, það sýnir mér, já, Bárður svona vera, ég er hann ekki aðeins að laga til hérna, þetta er biskup E7, þá kom hrókur D til F1, G5, sem lagar kónginn sem kemst núna, já, úr mótnetinu, hrókur F3, kongur G7, biskup D5 og hér eru kaup og biskup finnur 6. Hvítur reynir að halda hérna pressu, þannig að biskupinn komast ekkert svo glatt út en
Nú þurfum við einhvern veginn að hreyfa riddarann og þá vænkast nú hagur biskupsins. Já, ég held að Bárður geti eiginlega ekki haft verra hennar. Svartum við parið og ótaninn hvíts virðast svona að dvína. Já, ég myndi vera bjartsýnn fyrir hönd aðdáanda týpurans Bobby fyrir aðdáendur Vignis Vatnas er málin kannski aðeins flóknari. Vignir hann byrja að setja riddarinn á C5 reyna að laga stöðuna, hann skipta mér undir, það svona stóra fréttin. Hilmir Freyr að skipta mér niður en Vignir byrjaði svona að reyna að laga mennina og þessi riddari sem búin að vera svolítið lélegur á D8 er núna komin F7. Það valdi að hafa allavega eitthvað reyti sem er fyrir að hvítur komist inn. Já, hvítur skipta mér yfir. Ekkert súper auðvelt að finna einhverja leið til að bæta hvítstöðuna. Það mun greinilega taka einhvern tíma. Það er ljóst að það er bara hvítur sem er að reyna eitthvað hérna. Riddari H4 smá óþægilegur. Þessi reitur hérna leiðilegur. Svartið þarf að annarkvort að setja kónginn á E8 eða hreyfa hrókinn. Minnst þú líklega að hreyfa hrókinn. Það var spurningin hvert. Segjum að vilja bara fara eitthvað, ég veit ekki hver er best að vera sko, hvort þau vilja skipta bara hrók, ég held ekki. Segjum eitthvað svona bara að spurning hvort hvítur leikir hinnlega bara E5 hérna til að ætla sér bara að vinna þetta peð hérna H5. Bara þessi dæmi, þetta er H4 allavega, þetta er óþægilegt að eiga við. Og Hilmir, clearly for choice in this position. Skák Hannesar Guðmundar antalega eitthvað aðeins að róast eftir þessa skemmtulega tímabundnu fórnana hjá Guðmundi. Þessari stöðu hér þá kom óvænt riddari til breakthrough. Já. A D4 and a D3. Skemmtilegur leikur, þetta er ekki ósvipað á hjá Vigni gær Olgu. Þar einhvern veginn var ég fastur í að myndi leika E7 þá draf hann F7. Og henni þetta er öfugt, henni er ég fastur í að drepa C3 á Guðmundur en hann leikur D3 sem er betur leikur. Biskup D4 á Nesa. Þetta er eitthvað aðeins betra svartan, það er bara spurning hvað mikið. Hann er með betri réttamenn, með parið og eins svona, ýmsa dýnamiska möguleika. Það er þetta svinga hrónum henni yfir á B-línuna eða eitthvað gerist. Já, það er bara spurning hversu mikið betra þetta er á Guðmund.
Helgi Áss. Þetta biskup Jésu á bauðan kaupin sem sjálfsögðu hugnuðust Sassi ekki, hann hefði G7 en núna kom G3, nú engin leppun á línunni. Það er G3 til að stoppa upp í hennan F4-1. Hrókur A til C8, drottning D5. Það er síðustu leikur. Hér höfum við Helga. Já, það er eiginlega öll pressan á Alexander núna í þessari skák að sanna mótspilið. Takist það ekki þá er hvítur bara peð yfir og getur í rólegheitum lagastöðuna. Ef hvítur fær tíma til að leika bara hróku C1 og setja kónginn til dæmis á G2 þá var engin sókn í gangi. Og hvítur getur bara drottnað með þessu umfram peði. En það þarf nokkrar leiki í þetta, þannig að Sasha verður einhvern veginn að finna kröftuga leiki til að stoppa þetta. Strókur E8, þetta til dæmis einhver svona leikur myndi þá, ef ég leik hróknum þá kannski get ég fara að leika F4 núna út á leppunni. Spurningin er ef ég tíma til að leika bara hér og svo hér. Það má vel vera. En þá er spurning hvort að svartur þurfi ekki að fara að vera svolítið desperate og bara ef hann býður bara þá tapar hann, þannig að það að gera eitthvað svona og þetta er kannski eitthvað virkir menn eða hérna, kóngurinn hangir svona í lagi hérna, drottningin stendur vörðinu vel. Sama skapur leið og finnur ekki neitt hérna þá var nú stutt í vinningin hjá hvítum. Til dæmis ef að leikur þessu rittari D6 kannski má ég bara skipta upp hérna svo getur rittari F5 líka bara verið mögulega í fínu lagi hérna. Úps, hvað gerir ég hérna? Já, ég ætla að fá hérna, já, mögulega er rittari F5 líka bara máli. En Sassi er ekki búinn að leika það. Nei, hann hugsa málin, hann á 26 mínútur og Helgi 5. Það er ekki algengt að Helgi sé að Sasha sé með svona mikið betri tíma. En það er að gera núna. Já, má ég að segja að sé svona ákveðin pressa á Sasha svona fyrir hönd mótsins að gera vel í þessari skák til að setja svona spennu í dæmið. Það því eins og staðan stendur hjá Vigni þá gæti Helgi núna að vera að ná sér í ennþá meira forskot. Þannig að mögulega einn hálfavinning, mögulega 2 vinninga. Tveggja vinninga forskot er orðið ansi erfitt. En
Þótt að Helgi náði 2 vinningu fórskota þá var dæmi alls ekki búið þar sem að þeir mætast í síðustu umferð og hann Helgi fær svart á Guðmund Kjartansson í 10. umferð sem ekkert auðvelt. Og Guðmundur hafi verið störa barnamerki á hans talmennsku á hann gegn Hilmi gær og verið störa tafla skínandi skánulega á móti Hannesi. Það er svona farin að líkjast sjálfum sér aðeins meira frá því að Reykjavík-skámótinu. Já, Sassa tökur sér góðan tíma, þannig að við skulum ekkert vera dvelja á lengi við hérna. Ok, hann leikur hérna hrókur D8. Hann augrar Helga hérna. Hann skilur eftir pöttu hérna á B7 og F5. Og Helgi hefur 5 mínútur. Hérna þarf hann svolítið að ákvæða sig hvort það vilja fara á einhverja pöttu við þar. Hann dreif bara B7. Já. Alveg full confidence. Þetta er hann náttúrulega að hugsa að Biskupstungur G3 til að drepa C4 og þá náum við drottningagömmum. Og Helgi til að vantarlega að sé, já, hann getur bara telt hérna peði yfir til vinnings án þess að þurfa að hafa áhyggjur. Eins og er alveg spurning hvort þetta sé eitthvað, hvort þetta sé unnið eða ekki, en allavega hvítur það bara peði yfir og getur ekki tapað. Það er kannski hugsunum með drottning B7. Það er eina pælingunum. Herru, já, Hjörvar búinn að vinna. Það leit orðið ansi vel út á hann, satt best að segja. Drottning C3. Þá kom G8. Þá lík Hjörvar hrókur A1 sem að tekur alínuna því að það verður kaup að þá fyrir hrókurum bara inn og þá komið leppur hérna og þá fyrir mátu að G7 bara vera en líka í loftinu þannig að hún leikur hrókur B8 hrókur þetta er E6 þetta var hans óþægilegt að því að ef það tekið á E6 þá var hrókurinn eitthvað góð reyti hérna hann er að gefa sig hérna þá má ég kannski bara leika F4 já ok, hann er kannski algjörlega okkar þetta lítur hann sé vanlega út á hvítan en nú draf ekki hún drafa B3 með drottningu þá tekið hrókur A3 og þá kemur að dæna sér rittar á okkar reyti tekið og þetta er já eini ritturinn þá einfallega fellur þessi hérna þessi staða hún var rosalega erfið að tefla það voru einhvern veginn allir kallarnir svolítið losaralegir og mér finnst þeirra svolítið góður í þessum bænstöðum og hvítt ég nefndi að tefla þetta við henni hraðskák og alveg skelfilega góður í að hérna, já, pína mann í þessum stöðum Þótti hafa reynda tröllgrís á hann, það er alveg saga sko. Það er Olga, já, en það vildi meina að já, Biskup F6, það kom einn leikur, þetta sé 4, hrókur B8 henni barði bara kortið frá því að losa mennina og þá held ég að standi nú bara jafnvel örlítið betur ef eitthvað er. Olga ætti kannski að huga því bara að reyna að fara að skipta upp á reyna að fara að ná einu hvítritubiskup og fá bara mislinga kannski líka ekki það kannski akkurat í stöðunni núna já þetta hefur svona róast full mikið kannski svo með kongsbra þá maður átt vona aðeins meira aksjón þetta verið snúa svolítið núna skák, já
Þessar aðaskákir hjá Hilmi gegn Vigni. Að leikinu er H4, leiðileg hótuna að skáka G6, Vigni svaraði hrókur H6, valdar hérna, en þá kom E5 og ég held að E5, ég verður bæði líka bara að losa þennan veikleika, þannig að við getum notað hrókin í eitthvað annað og líka svolítið að taka riti hérna, DSS ritin. Ok, vorum með P4 á, þá tókum við náttúrulega G5 líka, en það ekki við núna. En það getum við kannski líka rittir að G6 dæmi, kóngurinn þarf að fara E8, það stendur ekkert sérstaklega vel. Ég held að það sé fínt að skáka bara. Já, svartur á náttúrulega leikinn. Hefur hann tími eftir að reka G5. Þegar ekki þá er hvítur hálfpartur búinn að binda alla mennina okkar niður. Ég held að G5 bara hljóta að vera nauðsynlegur leikur. Í ofanálag þá getum við eiginlega enga kalla hreyft. Þá leikum við einhvers konar biðleik hérna, þá gefum við bara eitthvað G6. Sjá að hrókurinn kemst ekki tilbaka. Ég geti kannski líka bara H4. Ég lifir ekki eins og leika H4 sjálfur, svartur. Þá er hrókurinn bundið niður. Ég ætti að leika sem rittir H8 til að losa mig. Við getum meira sér bundið þennan ef hrókurinn væri til dæmis á F-línunni og F2. Þá var rittir H ekki búið. Já, en þá kemur spurningin, leikur hann ekki bara rittir að G6 samt þótt að svartur leiki G5? Það getur alveg vel verið, sko. Svartur er ennþá bundinn, en á kannski núna möguleika að losa sig hérna. Hrókur hér, en þá geti kannski, ok, segjum bara náttúrulega að losa hrókið hérna, þá kannski allt í einu á ég leika eins og rittari E7 sem dæmi. Þá með G7 að taka hér, mann sýnist að það sé orðið allt of losaralegt. En hangi kannski saman, ég skal ekki segja. Sýnist hann að hafa leikið rittari D7 hérna. Þá leikur þessu nú ansið beint við. Úps. Rittari D7. Hilmir hugsa málin, ég á vona á því að hann leiki hérna rittari G6. Bæði til að binda hrókinn, líka bara til að valda þetta peð hérna á E5. Já, ég held að sé nánast þetta fullir það að Vignir vinni þessi skák ekki. Það er einhvers staðar vel innan við 1% líkur á að hann geri eitthvað hér. Það er svona meira stuð hjá Sasha Dom og Helga. Það er allavega Dómansúk með einhvers konar dýnamík, var að leika hérna, já, eftir, já, þetta er drottning B7, fáum þá stöðu hérna, drottning B7,
þá kom drónin G6, fer úr leppinni, þá kannski ég farin að hóta að drepa G3 og virkja hrókana og nýta kónginn, þannig að það valdar riddarann, þá kom drónin G6 og endurnýjar þessa hugmynd og endurnýjar hugmyndir að leika kannski F4. Stæninskongur? Nei, það er svo mikið. Það var á leppinni. Það getur sem það við gengið við náttúrulega völdum hennar. Og kannski erfiðara að nýta sér leppinu hennar á D-línu heldur en E-línu, en þetta er líklega fullmikið af því góða. Já, það er augljóst hérna sem gerir benda að Vignir er rosalega mikið hérna að blöffa sér allt í lagi sko. Fyrir svona, já, mím áhuga menn, þetta er svona eins og everything is ok, hann að teikna þetta fígúran sem að situr inn í brennandi eldunum í húsinu. Já, Vignir er svona þykast rólegur en hann veit alveg að hann er í gríðarlega erfiðri vörn. Og Helgi hugsar hérna, Helgi á nú aðeins eina mynd eftir, strákar og stelpur, 27 mínútur, afsakið 27 leikir vildi ég sagt hafa, komnir. Þannig að Helgi þarf að gera svo vel að klára 13 leiki og þarf að gera það alfarið á viðbótartímanum. Hann ætlar að leika hörfa með riddarann, hann fer á D2, þetta er D2, þetta setur náttúrulega smá pressu hérna á biskupinn. Hvítur er tilbúinn í kaup allan daginn. Það er samt að vanda sig. Til dæmis að biskup A5 vill ég fara í kaupin á C8 þegar svartur er með línuna. Athugum að Helgi er núna tveimur yfir í stöðinni. Og Sasha hugsar. Hann hefur 18 mínútur, nógan tíma, en það kannski liggja einna helst möguleikarnir í því að Helgi er bara með mínútu á klukkunni. Það virðist svona nokkurn veginn vera að ná góðri stjórnarstöðunni, kóngstöðunni. Það snýst eiginlega bara frumkvæði hjá svörtum og kóngstöðuna. Ef frumkvæði fjarar út þá er hvítur bara liðin yfir. Skellum okkur í smá svona túr hinaskákinar. Hjörvar var búinn að vinna nokkuð svona snaggarlega skáki honum í Marxi Bind. Bárður er já, svolítið að laga stöðuna. Hvað leik Olga hérna H3 já, hvað hann lofta út. Biskup D7, Rókur B3. Þá kom þessi leikur B5.
Já, ég held að flestu tekju svartirna. Svartir með parið, það er peð, báðum meginn á borðinu. Ef einhverjum er vinningsmögulega, þá er það svartur. Guðmundur er komin svolítið tímarhag. Hann lék hérna eftir biskup D4, hann lék hann biskup C5. Hér eru kaup, drottning C5 skák, þetta er D4, fókus C til D8. Greiðlega pressa hérna á rittarann. Og rittari A4. Mögulega smá fyrirlegu leikur af því að er hann ekki bara íta drottningunni það sem hann vill fara á E5 með mitt. Og drottningi E3 beinhótun. Það sem hann hrókur eftir svo er hann með rittari G4. Og rittari G4 kemur kannski bara samt. Og já, bætum við að þessi hrókur hérna rittara D4 er náttúrulega bara onni. Hvað ætlar Hannes að gera hér? Drottning B4, drottning E3 skák, kóngur H1, rittari E4 freistandi, en hér getur líka verið einhver alvöru ógeðsleikur eins og biskup C4 sem rýfur valdið á D4 rittarann, hóttum frákvöldum D4 og þá má ekki drepa á C4 þar sem þá rjúfur valdið á hrókinn. Hrókurinn á einhver millileiki og í ofanálag þá er þessi onni hérna. Ég held að þetta tap sé hartnar unnið á Guðmund. Þá er hann nú komið með tvær ansi góða skákir núna í röð og að lifna hressilega yfir honum. Seinni part móts að því miður fyrir hann og seint. Tók svona slæmakafla, byrjaði á 2 jafnteflum og tapaði svo 2 á næstu 3 skákum. Þannig að hans endasprettur kemur of seint en hann geti hins vegar alveg bjargað mótunum hjá sér stigalega. Sem væri fínt að því Guðmundur hann er búinn að vera svona á ágætis skriði. Reykjavík Open og fleiri mótum er svona skriða nær 2-5. Og við viljum nú hafa einhverja skákmenn yfir 2-5. Af því við erum mjög líklega að lenda í því sögulega basli að það verður engin skákmaður yfir 2-5 núna á næsta stigalista 1. maí. Og það spyrir hvort við förum þá ekki einhverja kröfugöngu fara á því. En förum aftur í ásinn. Nei, það er bara engin leikur komið þar. Það er bara hugsaran Sasha. En þá skulum við bara kíkja á Vigni. Hvernig vörning gengur hjá Vigni. Eftir þetta D7 koma sjálfsögur rittari G6. Kóngurinn fyrir á E8. H4 svona, já, svipuð hugmynd og ég hafði spáð. Reynir svolítið að tefla móti þessum hrók hérna. Rittarinn fór á B6. Hrókur D4 valdar einfallega peð hérna. Já, gefur þetta G-peð en var þetta einhvers konar ekki punktur en ok, segjum biskup C6 allar þá leika biskup G6 fara bara inn á hann hérna og standa þessi menn eitthvað voða furðulega allir saman. Nú er ég bara farin að reyna að finna einhverja leiki sem hreinlega bara máta eitthvað hér en þetta er sleppa hérna í bíli.
Riddari finnur 4. Aðeins að bakka hann og sjá þetta. Var hann að gefa þetta peð hérna? Riddari B4. Ég get nú alltaf einhverja hallari bara valda þetta svona ef ég hefði þurft þess. En hann valdi þetta með hinu hróknum. Og þá er hún í hér. Leikur hérna eiginlega bara strax. Eins og hann hafði planað að gefa getur peð. Og nú er Vignir að hugsa. Did you plan it? Kom ekki leikur hana. Fekk ekki betur sé. Jú, þetta er komið svona biskup C6 og biskup G6. Það er greinilegt að Hilmi taldi þetta betri útgáfu. Ég hróki C3 engin leikur. Má vera sko, en svartur er svo sem ekkert að gera. Ég meina hróki C3 og svo bara hann hafa kallan aðeins. Meiri þess að reynda að fara með kongin allavega hinga bara, svartur gerir ekki neitt. Og það er erfitt við svartan að gera eitthvað. Það er ok, hann gefur þetta beðina og kannski er hann bara að ná betri bindingu. Ég sé það ekki ennþá allavega. Ég sé það ekki ennþá. Segjum bara þetta D7. Svo við skoðum aðan. Ég reyndar ekki að hóta að drepa þetta. Skulum halda því til haga. Ef það eru einhverja hageringar hér. Vignir leikir reyndar kongur E7. Hvað er að gerast hér samt sko? Ok, ef við þykir eitthvað rosalega vænt peð þá getur náttúrulega líka bara drepið hérna sko. En já, þetta kannski skiptir ekki öllu máli þar sem að Vignir leikir kongur E7. Það afleppar hennan riddara. Ég skutur bara H5. Það er peðin tilbaka. Kannski er þetta bara fínt svona hjá Hilmi. Já, svartur er svolítið fastur í að bíða á þetta hérna. Það er svona nálgast svona ágætist tímar hagg. Mér sýnist Alexander bara já, ok, það kom leikur hérna. Kíkjum aðeins á það. Helga árs eftir D2 kom biskup B6. Þá er allt í einu ofan í hérna í einhverju variantum hér. Og þetta er B3. Við aðtöfum að höfum ekki tíma til að taka á D4 vegna skákar upp í borði hér. Já, B3 virðist aðeins traustur. Þá kom inn að hrókur C4.
Helgi, já, hann ekkert. Við erum svaka góðum málum á klukkunni. Hann með 1 mínútu og 5 sekundur akkurat núna. Ok, mundar hana vinstri hendina og kóngurinn leggur á flótta, kóngur finnur 1. Má Sasha núna að leggja? Nei, betur nú við. Hvað maður að drepa C1 og leggja F4, drepa G3 eitthvað slíkt. Er komið tíma á svona all out desperation. Já, við getum reynda að leggja F4 fyrst kannski. En nú er þetta spurning hvort ég dreif bara, já, ég ætla að dreifa mig, ef hann dreif með GP eða G3, ég má náttúrulega bara dreifa með EP, það var, já, ok, það var þetta nú ekkert hvítan til ágjur af hérna. Kóngur F1 er örugglega flottur leikur. Og, já, Sasha þarf að sanna sig hérna, sanna betunar. Vignir hugsar ennþá eftir biskup H5. Hendum okkur eftir í já, Gummi missir hérna á taktíkinni eftir drottning B4 leikur hann A5. En drottning E3 var algjörlega búið spil. Það átti hann 2 vanlega leiðir, annars vegar reyna 4 og eins og biskup C4 sem vinna báðir. Sem reyndar ekki hægt hvart undan taktíkinni hjá Gumma í þessari skák. Hann leikur hann A5. Ætti nú að hafa fína stöðu hérna eftir þetta reyna 4. Eftir þetta E4 þá þarf Hannes einhvern veginn að leppa hérna riddara. Hann getur ekki gert það með rók, þá er bara D4 og hann gera svona. Þá spurning hvort að þessi árás hér sé að vinna lið. Það sem riddara D2 og að vera yfir. Já, þetta er kannski bara ákveðslega hjá Gumma líka A5. Ef hann sé riddara E4 myndi ég halda. Leika biskup D7. Hann leik biskup D7 fyrst. Það er kannski alltaf að reynda líka, ok, það hóta bara þessum. Nei, þá getur þetta rittarinn á C5 með valda E4. Það er munurinn. Þetta er kannski verið, já, verið útgáfa spurning hvort það dugir til. En alls konar taktíski möguleikar hjá Guðmundi. Til dæmis getur biskup B5 verið leikur hérna. Mjög skemmtilega leikur, biskup B5. Hugmyndin er að ef að rittarinn drepum við hér, vinnur skiptaminin. Og eftir biskup B5 að hrókurinn fer eitthvað, þá kemur drottning Einar í skák. Nei, ég held ég var að máta, þetta er ekki mát. Þetta er ekki mát. Það kortir í mát, en sleppur. Ok, það er ok. Það er hrókur D1. Kannski biskup B5 bara ekkert sérstakur. Já. Biskup D7 er síðasta leikurinn sem við sáum skemmtileg skák hérna samt. En því miður. Jó, þetta er komið þetta, hann leika þessu. Taktiskur í dag. Strákurinn. Já, herðu. Hrókur D1 og skýti ég riddara G4. Hóta mátinu. Og þá hóta ég drottning E1 mát líka. Þannig að það er ekki tími í H3, þá kemur drottning E1. Og hefur tíma í riddara F3. Það er eins og að sé eitthvað í loftinu hérna. Drottning C3 er ekki máli. En er hrókur D2 máli. Ekki alveg.
Hugmyndin er að drottningdreipur þá kemur hrókudreipur D1. Ef drottningdreipur þá drottningdreipur C5. En hrókudreipur sleppur það. Nei, það sleppur ekki út af þessum, já. Fattaði ekki eigin hugmynd. Gafstu aðeins og snemmi upp á drottning E1 áðan? Nei, já, ég meina að leikir gerir þetta G4 fyrst og svo hóta drottning E1. Já, vantarlega. Og önsenlega. Ok, Hannes hugsar. Nei, ég meina hitt. Ég skil ekki. Þetta er D4, þetta er E4 og vantar, ég veit ekki. Það skiptir ekki, ég meina riddari G4 hlýtur að vinna. Must be winning. Þetta er hann G3 kannski. Ok, þetta er kannski ekki alveg ljóst, ég veit ekki. En hann misti alveg að klara vinningi hérna, sko. Í staðin fyrir A5, bara drottning E3 og skák. Riddari E4, eða B4. En ok, nú er þetta svona. Við skulum B5 síðast leikur. Hvað erum við hérna? Já. Og hrókur D. Ok, það hangi ekki á sig lífi. En Helgi Ás kannski, höldum okkur við það sem öllum ári skiptir hérna. Sassi er eitthvað að reyna hérna eftir kongur F1. Hrókur D7. Drottning A6. Hrókur upp í C1. Það er riddar á C5 eða ekki? Ingi. Sem valdar E4. Var það ekki? Kongur gæti líka bara frá G3 á, sko. Já, G3, en það var riddar á C5 nema ég hafi verið að byrja eitthvað. Ok, henni leggja hann F4 og þetta er staðan. Það eru 38 sekundur hjá Helga og 4 mínútur hjá Sassmundi. Riddari C5, mista hann af honum. Má ekki drepa út af leppurni. Má sjá hvernig er líkamstjáningin af mönnunum. Sassi á nú samt kannski drottning D5 sem að hótar að drottning C6 er betri, þá valdar hann C8, annars er hvítur á drottning C8 skák. Ok, hann leppar riddarann og hótar drottning H1. Er Helgi eitthvað aðeins að missa tökin? Eða getur hann bara leikið kongur G og verið spakur? Nei, ég myndi hann ekki verið spakur þar út að drepa G3 og drottning F3. Hér er Helgi mögulega með þessu tökin. Mjög lítið tíma, alltaf hættulegt. Og Alexander bara kingar kolli og Helgi er á stressaður. Það eru klára hótun í gangi hérna. Og nú þarf Helgi að vanda sig. Sjá stressið. Hann getur ekki átt mikið tíma eftir. 15 sekundur. 12. 10. 8. Stressa báðum. Hann drepur á F4 eða hvað. Með G-piði. Leifir skákina upp í borði og ætla svo að drepa D7 og segist hafa kontról á stöðinni. Sem er kannski rétt. Sassi á nú aðeins meiri tíma hérna. En við sjáum að það var greinilegt hann að stress í gangi. Hjá Helga. Hann misti aðeins tökin hann og er að reyna svona að ná áttum aftur.
beinast við að skáka hann á háinum, en þá fer kóngurinn út og ef að svartur tekur hrókin á C-num þá fer Helgi með riddara sinn og tekur hrókin á D7. Svartur á ekki alltaf marga möguleika í stöðunni. Gæti mögulega verið að hugsa þannig að hann ætti að finna einhvern hróksleik núna, til dæmis hrókur C7. Hrókur C7, hrókur G7 kannski, stefa G3. En hrókur C7 allavega verið halda þessari leppun hann í gangi á C-línunni. Það er leikur, hann skákaði. Ég áttu ekki von á því. Er hann búinn að sjá þráskáka í þessu? En Sassi er þetta jafntefli. Er það máli? Kóngur F1 drótning D1, kóngur G2 drótning F3. Nei. En það kemur þetta G3 í kjölfarið. Það geti... Já, verst nú þar. Kóngur fyrir F1. Ok, hann fyrir E1. Af hverju gera það? Það er kannski bara að ná sér í tíma. Endurtaka. Það er kannski bara að leika eftir drótning C1, ætlar hann að fara kónginn E2. Við erum í 37. leik. Þetta er mjög líklega bara mjög vel hefnað herbráð hjá Helga eftir drótning C1 og leikar hann kóngur E2 aftur. Sem er algjörlega þinga. Og eftir drótning C2 núna þá fer hann á F1 reitin. Nær sér í auka mínútu. Mér sýnist að kóngur F1 sé í lagi. Sassa skáka vantarlega á D1. Kóngur F1 drótning D1. Kóngur G2 og hvíta drótninginni við það komast í vörðina til þess á F1 eða eitthvað slíkt. Og ef drótning F3 skáka kóngur G, svarta byrði fara áfram að G3 þá drótning F1. Og ég bara hugsaði upp á þetta, við erum með liveborði bara, við erum ekkert að hafna sér skýringum, ég bara hugsa þetta svona upphátt, ég er að horfa saman á þið. Kóngurinn finnur einn. Ég held að Helgi sé með stjórnarstöðinni. Hann skákar á C, nei heyrðu, hann skákar á C1 já. Ég sá þennan ekki. Ef kóngur G2 þá kemur drótning C6 skák og vinnur riddarann. Þannig Helgi er að bjóða jafntefli sem mér með kóngur E2. Hann tekur því. Já, Sasha fann leiðina, hann er seigur. Hann er seigur á Sasha maður. Þessi úrslit ætti nú að gefa Vigni berindi báða vængi. Það stendur nú, sýndist mér, í það að Helgi verður að vinna. En Sasha náði á stöðvan, fann þráskákina og já, ég held að við hitt á akkurat augnablikið þar sem Helgi misti tökin. Við sáum að Helgi, hann er ekki sáttur. Það var greinilegt í tímarækjunni, hann misti tökin. Og þetta er það sem getur gerst og skilur eftir með svo lítið tíma. Þá getur það kostað í kritískum stöðum og það gerði það þarna hjá Helga. En skiljulegt að missa þessi, ég var svo fastur í hérna, ef við fáum sýningar bara, það er þetta gaman að sjá það. Það er skemmtilega viðbrigði það. Helgi raðar upp. En er ekki sáttur. Hvað svaka læti er þetta? Já, og Þóri færi hann að myndavelina yfir Guðmund. En já, við sjáum kannski aðeins hérna, við fáum, ja, hvað gerist þarna? Við fáum þetta skýringaborðin í lokin að það sem ég misti af í þessari stöðu hérna og Guðmundur mögulega líka, Helgi Ás, að Sasha skákar á C1. Eina sem ég sá var skák hér og reyna að ná einhverju þráskák, en þá
sýndist mér nú bara kóngurinn fara hér. Svona leikur, þá kæmi hérna drottning hér. Og ég held við sleppum við þráskák. Hér. Kóngur H2. Allt örugt. Nei, hér er reyndar búin að tapa riddaranum líka. Já. Jú, við þurfum aðeins að passa okkur. En kannski getur... Nei, ok. Það var kannski bara þráskák hvort það er. Það getur farið hér. Það vil ekki farið hér. Nei, þá fellur ég þrjú og svo framvegis. Þetta má ekki. Ok, þannig að þetta var kannski bara meira jafntefli en ég hélt, sko. Nei, heyrðu, ég er nú með eitthvað líka, ég er að máta hérna, fyrirgefðu. Það var svart, já, kóngur G það var svartur ekki tíma út af þessu. Kóngur G sem ská, kóngur H5 G5 mát. Þannig að, já, ég hélt að vera að sleppa, ok, ég hélt það, en það var reyndar á rangri fórsendu hjá mér, sem ég hélt að vera að sleppa. En, já, það kom í staðan þessi skák á C-inum og núna get ég ekki fara á G2 út af drottning C6 skák. Hérna er þið Helgi bara að taka alltaf með gláhættu að tefla þetta hérna mann undir. Það getur vel verið að hann getur telt þetta maður, þetta því var 5-6 P.3. Get ég fara á G3 hérna, er það kemur skák á F3 og svo bara tilbaka eitthvað neginn. Nei, ég verið mátt hérna einhvern veginn, þetta gengur ekkert drottning F3 og tekið G3. Þannig að já, hátu þarna. Já, þetta er eiginlega orðuna mikil áhætta fyrir Helga að tefla þetta til vinnings, þannig að hann ákvað bara að taka eftir drottning C skák og bauð hann bara jafntefli fyrir aftur á E2 og samastaðan þrisvar. En hvað er alltaf missið tökin? Af því að staðan hans var klárlega betri. Mér fannst það að vera hér þegar hann lifði hérna drottning C6 sko. Hann hefði ekkert að byrja hérna á að skáka drottning C8. Hér er ekkert í boðinu með þessi og þá kemur þessi. Og ef þú ætlar ekki að tapa liði þá verður að gera svona að drepa þetta. Og hér stendur hvítur til vinnings, þannig að Helgi missir hérna tökin, unnið tafl eftir þetta C5, missir hann það niður, tekur F4. Spyrir hvort það hafi einhverju sens að legið í öðrum leikjum hérna. Leikja flótta með kóngin til dæmis. En hann draf á F4 og það virðist bara, já, leiða þvinga til þráskákar. Drottning C skák. Athyglisvert. Interesting. Herðu, það var Bárður og Olga hefur einfaldast töluvert. Að ég nefndi herrindar að það væri ekkert vitlaust fyrir, við sáum þessu stöðu eftir B5 já, að Olga ætti að fara að reyna svona hvaða hverju að losa sig við riddarann fyrir hvítildabiskupinn, virðist að náða að gera það. Svartur sendir hérna klálega betur, búin að virkja mennina og akkur þetta er bara ekki B2. Þetta er bara B2, þetta er ekki ykkur möguleika, en hann drepur hérna í F4 staðinn. Ok, og þeir eru mislingarna peðið yfir, þannig að hann er svona að reyna að pressa hérna svona á þess að vera tapættu. En þetta var ansi jafnteflislegt, svo skák og svo í F4. Þannig að, já, spá jafntefli þennan. Guðmundur og Hannes, Guðmundur er með eitthvað betra endatafl, en náðu greinlega ekki að nýta sér færin sem hann hafði hérna. Þetta er G4, það kom G3 já. Þannig G3 er örglega betri leikur. Svo kom D5. Þetta er bara B5. Og svo kom D2. Drottning með D2 og C5. Hangir á bláþræði, en hangir saman einhvern veginn hjá Hannesi. Og hérna fara þær í endatafl svona sem er aðeins betra svartan en næra til vinnings. Það er spurningin. Þeir ná tímamörkum hérna, þetta er eftir kongur F2, 41. leikur. En það er kannski mesta spurningin er skákin hjá Vigni og Hilmi. Hilmi situr hann inn við borðið. Hvernig voru síðustu leikir hjá okkur?
Við sáum hennar biskup G6, kongur E7, þá kom biskup H5, þetta er D7 hjá Vigni, pressa á E5 sem að hann ákvað að leysa með því að drepa F7, líka rittari H3, valdar þetta P hérna, alltaf þetta rittari með G5, nær því, kongur E7, hrókur F4, nú hóttar hann að komast inn hérna, hrókur F7, þannig að Vigni sportnaði við því með biskup E8, og einhvern veginn hangir þetta saman, en nú er komin 40 leikir, en hvernig hangir þetta saman ef ég leik hrókur B1 núna? Að þú valdar aftur með biskunum, þá kemst hrókurinn inn. Þetta virkar mjög vænlegt á Hilmi, og já, kannski ágætt að Sasha náði nú að halda aðeins aftur á honum Helga og náði jafnteflinu. Þannig að já, ég veit ekki hvort að við getum, við verðum eiginlega vonað að Vigni ná jafntefli hérna til að halda þessu í einu vinning. En hann gæti nú svo sem rétt á kútnum á morgun unnið og treyst á Guðmund að tapa ekki með hvíta móti Helga Ás. Þá gæti þetta minnka aftur í einu vinning. Sjá hvað setur. Við ætlum að taka öllsvölda pásu núna. Við vorum að ná tímamörkunum og þá oft hugsa menn í 5-10 mínútur. Þannig að ég tel tilvalið fyrir okkur að taka okkur smá kaffipásu og fylgjast svo með endasprettunum. Við komum aftur á vörmum-spori.
Jæja, ekkert mikið búið að gerast kannski eins og við varum að búast. Það kom einn leikur hjá Hilmi og það er Hrókur B3 eins og við vorum búin að benda á fyrir hlið. Mjög lógísku leikur, setur bara á þetta peð hvernig það svartur að valda. Það geti kannski ekki B5 en þá var þetta náttúrulega orðið svolítið losarlegt munurinn á þessari stöðu og það að leika B5 hérna. Það er allt búið að opnast hérna geti komið inn á A-línuna. Það er greiðari leið fyrir kóngi og svo framvegis. Það svartur vill auðvitað helst halda þessu lokuðu svona ef hann getur, halda drottningavagninum lokuðum með þessa menn. Þá þarf hann að ágjöra því að Hrókur komast inn hérna. En það er bara spurning hvernig þetta er sko. Það er náttúrulega onni hérna patta móti hér. Nú get ég kannski farið svona tróða sér rittarinn á D6 og sýnir þetta gæti farið að hrörna ansi hratt hérna staðan hér svartum. Það er örugglega bara kritísk hérna eftir Hrókur B3, satt best að segja. Mér sýnist skákin hjá Olgu og Bárði stefna hraðbera í jafntefli. Og þessi Hrókur eiginlega stendur frábærlega hjá hvítum. Ef svartur ætlar að vinna eitthvað, þá var hann að hreyfa Hrókinn. En býtum við, get ég þvingað Hrókakaup? Nei, ekki alveg, nánast. Já, Hrókur hér, Hrókur hér. Hrókur hér, Hrókur hér. Hrókur hér, Hrókur hér. Þannig eini reitturinn eftir Hrókur F4 er Hrókur hér. En þá er spurning hvort ekki leikir Hrókur hér og endar að þvinga Hrókakaup af því að eina leiðin til að valda peðið er að tapa Hróknum. Hann er ekki bara jafntefli. Hann leika A5 á borðið sinna en já, nú þarf Olga bara að ákveða hvort að mislinga endartefli sé jafntefli. Það myndi halda það, en maður þurfti bara að reikna sig í einhverja fortressu. Já, líklegast er þetta ekki bara einhver simpul fortressa hérna. Get ekki biskup C6 rittar með, en ég veit ekki hvort ég þarf þess strax sko. Eitthvað svona bara, hvernig ætla hvítur að afsaki svartur að koma þessu drasla áfram. Hleypið að því. Það er örugglega fínt að byrja á biskup C6 bara. Fá peð á B4, þá er það bara fyrir. Eitthvað svona bara. Já, alveg minimal sensor hérna, en ég held að nú eigi hvítur bara að taka eftir A5. Taka sér alveg bara fínt kortið 20 mínútur í að vera 100% viss að staðan haldist eftir Hrókur F4. Og þá er það meira, já, eða þú veist, þá er alveg þessi fyrir að eða þeim tíma. Áhuga staðið Helga var meira í lokastöðinni. Nei, það held ég nú ekki. Já, ef þetta hefði verið Armageddon. Já, eða bara, já, Armageddon, þess að hvítur verður að vinna. Þá náttúrulega hefði Helgi verið þvingað til að reyna hérna kongur G2, gefa manninn og tefla þetta. En vandamáli er kannski það svolítið erfitt að koma öll á stað.
En ég veit ekki, hann kannski alveg hægt að reyna eitthvað sko. Ef þú hefur tröll að trúa á þessi betri skákmaður þá held ég að Hvítur getur alveg reynt eitthvað að tefla áfram sko. Hann kannski ekki, já, ekki neitt í sjúkri tapættu. Alltaf svartu fyrir að reyna að gera eitthvað, þá hljóttu nú einhvern veginn að geta búið til einhverja skákir á þennan kóng. Mér langar svolítið að vera hér bara til að hóta þessu peði. Veit ekki hvort að þessi gott strax eða hvort að byrja eitthvað svona A4-leik eða eitthvað. Það er aftur í þennan bara. Já, ok, já. En hann tók sem sagt í allbilinu. Ég sá ekki heldur. Ég hélt hérna. Ég hélt að hann ætlaði sko eftir kongur F1. Ég hélt alltaf að svartur ætlaði að skáka hér. Reyna að ná þráskák, en þá var ég farin að halda Hvítar eftir einhverja sensa hérna sko. Af því að ég sá það reyndar ekki fyrst, ég var alltaf að reyna að finna einhverju vörn. En svartur hefur ekki tíma til að leika G3 út af drottning C8 skák, drottning F8 og bara mát. Þannig að svartur þá reyði einhverjum tíma hérna. Segjum kongur G7 bara að leika einhverjum. Þá get ég bakkað, ég get líka bara leikið hér og hóta sama óskapnaði hérna, þannig að já, svartur hefur ekki tími í þetta. En skákinn á C6, ég sá það ekki strax og Helgi kannski ekki heldur að eftir kongur F1 þá skákaði hann bara sjálfsög á C1 og heldur í þetta hérna. Þannig að jafntefli var sami eftir kongur E2 þá er sama staðan komin upp í þriðja skiptið. Og já, kongur E2 var leikið, það var síðasta leikurinn. Vignir varðist eftir okkur B3 á leikan biskup C6. Ég myndi hérna fáum uppfæra leiki. Lættalinn að leika aftur fyrir með biskup C6 eða útsendinguna. Já, og það er bara síðasta leikur. Heilmir er að hugsa, hann er einfaldlega að hugsa hvort hann ætla að leika hér strax eða ekki. To be or not to be. Það getur vel verið að hann í aðra leiki sko G3 til dæmis. Það fyrir tilbaka, þá kannski reyna að setja henni riddara eitthvað hérna. Ég verðast að vera ýmsar vænlega leiðir en hrókur F7 liggur svona beinast við. Og maður leitar yfirleitt í leiki eins og hrókur F7 að það er miklu auðveldara að reikna. Þú veist, skák, kongur E8 að þynga, hrókur upp G7 nokkuð þynga. Hrókur upp H4 líklegur, þá fyrir riddarinn inn á F7, D6. Og staðan er vænleg. Guðmundur virðist hafa alveg mist af killefnum hérna í skákinu við Hannes. Henni virðist Hannes bara vera við það að laga sig til hérna eftir riddari 1-2. Það var búin að valda allt. Þessi riddari sendur vissulega vel en það er ekkert að taka hér út af hrókur A1 og ég vinn bara P tilbaka. Og vantarlega það besta sem að Guðmundur getur vonast eftir að það er að fara í hrókstendartal með 3-2, það er engin tími til að leppa út á skákinni. Þannig að sé nú Hannes ekki fyrir mig tapa þessu. En ætli
Já, leikrákur DSS, ok. Ég held kannski að myndi bara fara út í þetta. Var það samt ekki skárri leið að fara í 3 móti 2? Þú getur allavega reynt að vinna eitthvað fram eftir kvöldi eins og Guðmundur er vanur. En hann er eitthvað komið hjá, já, hann er komin leikir hérna hjá Hilmi og Vigni. Hilmi skáka á F7, það kom kongur E8. Svo getur við G7. Og hvað er þetta G6? Vignir, hann er ennþá á bluffinu. En svo að kvöldlásnum, hann er ekkert að gefa upp. Hann lítið að gefa upp með líkamstjáningunni að staðan sé léleg. Það er alltaf kostur að einmitt, gefa ekki að anstæðinum ómikið sjálfstraust með því að vera bara einhverju fílu og freistandi hausinn. Hér er komin interesting. Já, Hjörvar Steinn segir hérna að Olga mikið hrós skilið fyrir hennar nálgun í mótinu, óhrætt við að prófa aðbyrði sem að aðrir myndi ekki treysta sér í. Gerir mikið fyrir mótið. Það er ekki mikið að finna. 2013, já, það var nú ekki lokaflokkur, ég veit ekki hvort maður taki það með, sko. En með við það að þá er síðasta kongsbragð í landsliðsflokki, ekki opnu Íslandsmóti, árið 1994 í Vestmannaeyjum. Stefán Sigurjónsson Sævar Bjarnason. Þar að 1989 Jón L. Árnason Sigurður Daði Sigfússon. Áhugavert. Þakka með aðstæðinni fyrir þessa upplýsingar. Ég setti auðvitað verkefni fyrir menn í íslensku skákmönnum að finna út úr þessu og auðvitað gerði með það. Man þarf aldrei að leiðast þegar maður skoða skáksöguna. Það er Riddar Gesa síðasta leikurinn og Vignir hérna, hann stendur bara, fylgist með, býður á þetta. Flottur í tauginu. Komin í kaffi. Já, fínt kaffi hérna, sko. Gott kaffi, sko. Það er tíminn hjá þeim. Hilmir 13 myndir og Vignir 28. Vignir er sjálfsögðu svolítið að reyna líka að reyna að komast í þær aðstæður að Hilmir lendi tímarhækki og hann geti eitthvað sprekla. Já, en það virðist að vera ljóst að svartur nær allavega einu peði tilbaka hérna. Ekki það hvítur vilji það, en hann ætti að eiga hérna gang út í þráskokk ef hann vill það. Nei, fyrir ekki, valda hérna rautur hérna. Já, ok, það er náttúrulega svona bara út úr dúr. Ég held að rautur breysa sé nú ekki endilega góða leikur hérna.
Athyglisverður getur verið H5. Aðalhugmyndin náttúrulega hrókudröfur H5, hrókudröfur E6 og hinn hugmyndin mögulega að skipta bara hrókum, drepa hér og tilkynna það að þetta HP sé svolítið hættulegt. Sæll, ég ætla að tróða þessu HP upp í borð. Hvað ætla þú að gera því? Þetta getur mögulega verið verulega afgerandi. Hvað var þetta? H5 í hvað stöðu? Já, þessari hérna stöðu. Stöðin sem er á borðinu. Hilmir er svo lengi að hugsa að Vigni bara fyrir jakkan. Og hann mundar hann skotöndina og skákar á G8. Hann er ekkert að því að byrja á því og næla sér í smá tíma. Það sem hann er að reyna að vinna og með verið tíma. Hann nælda sér í smá tíma hann. Kíkjum aðeins á Guðmund og Hannes. Hérna var Guðmund að skáka á F1. Var hann eitthvað að trikka Hannes hérna. Þetta er D2 skák fær AP. Við sjáum kannski hvernig það komi upp hérna eftir hróku D6 leikinn. Hróku B1. Þá kom skákinn og kongur 1-1. Það er alveg möguleikinn að mista þessu. Það getur nú, kongur hérna tekið. Þetta er já, kannski er þetta alltaf lagi, en svona þumalputtarreglan, ég man ekki hver sagði það, en hérna finnum við strákana hérna. Þumalputtarreglan með riddarinn and the töfl er að þau eiga að vera svolítið eins og kóngsendatöflin. Það er ekki að dutt í þessu hérna. Kannski græði ekkert að hafa kónginn hérna. Og hérna erum við með A-peði á móti C-peði. Þannig í kóngsendatöfli þá var þetta unnið. Þá hefðu bara kónginn hér, ítum A-peðinu, fáum C-peði og förum yfir. Já, fyrir utan að ég er náttúrulega peði yfir. Massa ekki? Já, það vinnur peði hérna sko. Ég var bara að gleyma því. Fannst þess að voru 2-2 kóngsækjar, það er náttúrulega bara að verra en það. En ok, hver er leikan hérna? Er hann búinn að leika? Þetta er D2 skák. Hann er að hugsa sko. Ég er ekkert alveg viss hvað hann á að hafa kónginn nefnilega. En þetta hljóta að vera einhverju vinningseinstur á Guðmund. Hann fær hann að fjarlæga frelsíkja á A-línunni. Og ef hann kemur riddarinn með C4 með góðu til að steyða við peðið, þá getur það bara fara að staða hinu veginn líka og það ætti nú að duga. Leikkongur F2. Þetta er B1. Súper þingað. Já, allan leiki núna C4. Riddarinn A3, riddarinn C3, riddarinn C4, riddarinn A4. 3-2 er örugglega skelfilega erfitt að vinna. En ok, hann leikur kongur E3.
kom til greina að leika C4 hana og reyna bara að þvinga allir þessu kaup. Já, smá sénsar er Guðmundi en það er stutt í jafntefli í þessu. Það er held ég svona the lazy approach. En yfir í Vigni og Guðmund. Eftir að G6 skákaði Hilmir á G8, kongur E7 og leikrókur E3. Hann þarf að halda þessu E-piði. Það er vantarlega að hugsa um eitthvað svona mátnett. Þá kom rittarinn bara H4. Krókur H3, leppa rittarann. Já, þetta hvítur vilja bara fækka materjalinu, fækka liðinu og skipta bara hrókum í einhvers staðar. Þetta hrókakaup hjálpa hvítum. Þá getur það komið með kónginn og reynt að nýta yfirbyrði hróksins yfir léttu mennina. Já, þetta virðist vera fín nálgun hjá Hilmi. Hann ætti að standa til vinnings hér. Bárður og Olga fór hann í endatafli, hún gerði það. Það reyndar ekki strax. Þetta er A5 að leikum biskup C6 fyrst. B4 og þá skipta hann upp. Og leik svo G5. Það er að hafa eigin mótspil, sko. Það er ekki að hleypa mönnum aðstæðingsins. Já, ég held ekki. Þetta peð hérna hjálpar hvítum alltaf að eiga mótspil, þannig að svartu geti ekki stilt mönnum upp eins og hann vill. Þessi skák ætti að enda með jafntefli. Ég ætla ekki að bóka það, en það er aldrei líklegt. Já, jafntefli hérna hjá Olgu og Bárði virðist nokkuð ljóst. Og Hilmir er algjörlega með Vigni hérna í köðlunum. Þetta er hrókur H3. Hilmir, hann er 3 vinningum eftir helga. Reynda 3,5 núna. Hilmir samt, hann er búinn að vera svolítið óheppinn. Hann er búinn að tefla fínt. Hann ætlaði aldrei að tefla skákinn í gær á móti Gumma. Búinn að tefla dýnamíkina mjög vel. Leikur af sér alveg skelfilega í endatöflunni sem var óþarfi. Svona er hann að muna hvað hann átti að vinna Olgu. Það eru 1,5 vinningu niður sem hann átti ekki að tapa.
Svo tapaði fyrir Helga Ásjá. Hvernig var svo skák aftur? Það var... Og jafntefli við Sasha. Ég reyna að muna að móti Sasha þá... Já. Helgi teldi nú endurtefnilega á móti Hilmi alveg glimrandi, en Hilmi átti ekki að missa stöðuna niður í endatafl undir móti Helga Ás. Hann átti að gera jafntefli í þeirri skák og tefnilega vel yfir 30 leiki. Þetta er svolítið sagan svona, Hilmi er búinn að vera smá klaufi. Svo var hann ansi nálægt. Já, ok, mútið Sasha hafa bara jafntefli. Sasha undirbjóð sig alveg, það var alveg fáránlegur undirbúningur. Það kom í 1.37. Aðja, það er svona smá seinherni hjá Domatsuk. Nei, hjá Hilmi. Hann vantar svona aðeins að bæta. Það þarf að vera svona consistent. Það er meira consistent í strókinu og þá er hann á landsliðs kaliber. Ok, Hrókur G. sem Vigni. Þá eru Hrókaköpin orðin þinguð. Við erum samt hægir. Hvernig er endataflið? Nú erum komin ansi langt á undan í pælingunum, en segjum bara hér og hér og let's run for it. Það er enda ekki sniðugt. Ég verði að vera í 8. Nei, ég aldrei að... H6. Já, ok. Hvítur tapar ekki EP-inu, það skiptir öllu. Ég var farin að hugsa sko Hrókur og þessi tvö gegn Biskup og þessum tveimur endatafli. Það er líklega bara jafntefli. Hins vegar, ef að CP var á bilinu þá vinnum við nefnilega hvítur. But ok, erum vantilega bara að skipta upp á Hróka vinna, Hrókur G6, Reddit G6. Þannig komið einhverju leikir. Skákar H7, það er komið. Ég er hinnlega ekki viss hvað er best að hafa kónginn. I'm not sure. En mér sýnist þetta nokkuð ljóst að hérna. Hilmi Freyr er að fara að ná vinninginn hérna. Þetta hlýtur að vinnast einhvern veginn með endanum. Hvaða Bárður. Þetta henda þessu jafntefli. Sé ekki vinni sérstaklega hana. Guðmundur og Hannes. Hannes er komið kónginn hérna en á hvað sé 4. Kóngur sé 4.
ætla að reyna að vinna þetta peð þarna. Ok, A3. Hérna verður annarkvæmt kongur B3 eða bara riddari C. Kongur B3 og svo C4. Verður hvítir ekki bara verjast í ykkur svona? Það bara drulla kongnum yfir og 3-2 hlýtur að vera jafntefli. Bara hlýtur að vera. Must be draw. Þannig að ég spá í jafntefli hjá Olgu Bárði, Hannes og Guðmundi. En ég held að Hilmir eigi að hafa þetta. Kannski ekki merkileg spá, hann er að skipta menn yfir og er að fara að ná upp peð hérna. Þetta peð er tekið með skák að kóngurinn fer hér. En ef kóngurinn fer á E8 þá mun hvíti hrókurinn fara hérna með H6. This rook go here. Og þá hefur riddarinn ekki tíma að taka á E5 út af hrókurinn fyrir E6 skák. Þannig að við náum þessu peð á E6 án þess að tapa F5 peðinu. Og eins og ég segi, það bara hlýtur að vinna þessu einhvern veginn. Já, svona típist endur þarna sem maður, ok. Maður veit ekki hvernig, en maður veit bara að önnið. Það er bara svona tilfinning. What do you know? I just know. Must be. Tíminn, já, hann er svona nokkuð svipaður hana. Hugnir heldur áfram að hugsa eftir hrókur H6 skák, hvert skal setja kónginn. Hann hefur 3 möguleika fyrir kónginn og ef hann fer á svarta reit þá kemur riddarinn E6 með skák. En ef hann fer á hvíta reitinn á E8 kemur hrókur H6 leppar á hana riddara og drep svo peð og E6. Og stendur vinnings. Já, það stendur hann til vinnings og kannu segja frá því. Já, þetta var skrýtinn skakki á Vigni, hann einhvern veginn náði sér ekkert á flug í þessari. Fórnaði að skipta með hana í síkilegavörðinni í byrjun en fór svo strax í drottningaköpinn. Þannig að það var bara eins og hann ætlaði bara að reyna að halda velli í erfiðri stöðu. Það er eitthvað svona misheppnaður kokteill af hugmyndum í byrjuninni. Örstuttur rúndur hérna. Kóngurinn er kominn á H6 hérna hjá Bárði. Þetta er ekkert á engan. Nú er þetta allt á alla.
2. Já, þetta er allt saman ljóst. Hvað er Guðmundur að gera? Hann er að tapa sér aðferðpeði bara. Tiltölulega bótarlaus, gat hann ekki eiginlega fengið C-peðið þingað á hann? Þú veist, eina leiðin er að vera fljótar að staða kóngsvæng, en þetta verðist alltaf vera jafntefli líka. Þannig að já, mótið snýst svolítið hérna þessi skák. Kóngur E8 hjá Vigni. Það velur að hafa kónginn þarna. En nú þarf Hilmi bara að finna hrókur H6. Þá er þetta nú orðið. Já, komið svona langlegina í sigur. Hrókur H6 leikir, drefnir 4. Ekki bara að drepa þetta? Er ég eitthvað mis? Nei. Það lítur að maður drepa þetta. Það er drefið í síðustu leikur. Tíminn hjá þeim. Það eru 8 mínútur hjá Hilmi og 15 mínútur hjá Vigni og Hilmi er búinn að taka á E6. Já, það ætti nú ekkert að vera allt of mikið eftir þessari skák. Og höfum það bak við eyrað að það er ennþá hrókur E6 skák. Peðið fer bara áfram. Við höfum ekki tíma til að drepa þetta hrókur E6. Peðið fer bara E6 næst og kyrfilega valda. Og svartur er mótspilslis. Þetta er svona eiginlega hægt að gefa bara. Þetta er E6, var komið leikur hjá Vigni. Nei. Já, þetta fer að vera resignable hjá Vigni. Já, sólin virðist nú ekkert eitthvað allt of sterk hana. Annars hefði menn sett tjaldið hérna niður, en þessi gluggi er samt svolítið leiðilegur svona upp á lýsingu. Sama, já, svolítið leiðileg lýsing í salinn. Þetta sé allt frosið, skulum bara skipta hérna. Rittari D3 er kominn. Knight D3 on the table. Og sýndismannleikar þetta er G5, Vigni var fljótur að leika. Kóngur F8, það helst bara reyndar voða lítið að vera snöggur að þig. Það er nægur tími hjá Hilmi. Svo leikur
komin ein leið þar sem að getur hreinlega já, maður sjá hann nei, við náum allavega þessum perið hérna upp á E6 ef við viljum spá hvort við höfum tími að byrja þessum og hvort hér hvernig svona er þetta hlýtur að tapa sérstaklega með kongi skorða já kongur er fátt á síðasta leikur og Vilmir er að hugsa málin hann skákar á E6 aftur ætla að greinilega reykja hann eitthvað já, hann hefur Þórir í tjaldi þá var sólin greinilega eitthvað aðeins að trufla menn og tjaldinu bara skellt niður það er ekkert að flækja þetta taka annan flökkutúr svona rétt að meðan menn hugsa málin hana já, hérna er komið biskup C6 og hérna eiginlega svartar allar á einhverja vinni sinns að þá lítur hann að þurfa að leika hérna E3 sálsögum humdunni A3 hóttum A2 þá komum B-tingar þá ætla að fá við þennan en þá erum við náttúrulega með annað mótspil hér þannig að við höfum ekki tíma hérna jájá, við fyrir bara staða hérna við getum náðið biskupið minn gjöru svo verður góðu kongur A2 næsi peði þetta er kongurinn svo langt í burtu þetta er alveg seindugt og ef svo er þá er biskup C6 fínn leikur af því að hann þvingar svo svartana því að ef þú leikur A3 þá er fortressan svo easy þá þarf ég bara að ná kongnum hérna á F1 og svo bara biskupinn til eilíðarnáms á þessari skálinu. Við byrjum alltaf á því til að koma upp fyrir gegnumbrot. Til dæmis bara biskop D5, slegir, bara ekki lagt að staða hérna þess vegna. Und king F1 og svo bara easy fortress. Þannig að þetta var jafntefli. Þetta er bara jafntefli. Bara ég og strákarnir. Já, hér er ég mjög hissa ef að Guðmundur á ennþá einhverja vinningsinsa. Þeir virðast algjörlega foknir út í veður og vind. 3-3 í riddarendatabli. Ég held að flestir hefðu nú fyrirfram jafnvel spáð þessu skák jafntefli. Góðir félagar og Guðmundur er nú hérna svona trausti skákmaður.
Já. Aftur yfir í málun starfsmannasjóðin. Þriðji E6 fór kóngurinn aftur á E8, þá fór riddari D4, en það völdu þetta peð óbeint. En ok, biskupinn á 4, kóngur A er, já, líkur ekkert á. Það er ekki virkasti kóngurinn sem við séð. En já, allar eitthvað svona, ég segi ekki vefjast fyrir honum, en svona úrvinnslan virðist alltaf taka einhvern tíma. Og það er einmitt oft gott vopn hjá stórmeisturum að það er erfitt að klára það. Það er eitthvað sem margir ungir skákmenn þurftu að tileinka sér, það berjast í öllum stöðum. Þóttu ótrúlega margir svona hálfur vinningar sem að stórmeistarar ná í stöðum sem að margir myndu ekki einu sinni berjast í líku við. En já, ótrúlega satt þá eigum við ennþá 3 skákir eftir. Maður er eiginlega svona orðin á góðu vanur. Það er komin 2 umferðir þar sem að kláruðust allar skákinar fyrir tímamörkin, sem er nú ekki beint algengt. Það er yfirleitt hægt að treysta það að séu nokkra skákir sem að teflast áfram. Hvernig er tíminn núna? 11 mínútur hjá Vigni, 6 hjá Hilmi. Sjá þetta hinum megin, það er þetta nú betra oft. Já, 11 hjá Vigni sem lék kóngur F7 og 6:40 hjá Hilmi. Hérna er enn ein leiðin til að valda peðið óbeint, það er að leika hér, riddari B5, hrókur B3. Kannski er þetta reyndar líka bara býsna góð leið. Það leikur reyndar hrókur H4. Kemur svona nokkur 1 út og 1. Þetta er, þetta verður orðið þannig að flestar ef ekki allar leiðir liggja til rómar fyrir Hilmi Frey. Biskupinn hörfar á G6. Nú er E6 skák. Einleg. Getur mögulega valda líka peðið með riddari fyrir 3. E6 skák verður nú vera svona einfaldast leikurinn. Þessi riddari stendur bara fínt hérna á D4 og valdar peðið á E6. Why not? Alltaf því bara þar. Ok, hann valdar þetta F3. Leiðöga. Það er sleppt því orðið að riddari staði vel á D4 og þá fer hann tilbaka. Já, maður spyrir sig af hverju að valda E-peðið á F3 svona þegar þú getur valda E-peðið á E6 svona.
Bara comparison, já, ok. Game continues. Kóngur H6 kannski. Hann leikur okkur H6 já, kóngur F7. Já, okkur sýnist þetta að vera allt svona meira minna óumflýjanlegt í þessum skákum. Hannes og Guðmundur, þetta hlýtur að vera jafntefli en svona aðeins klaufalegt hjá, eða svona klaufalegir kallar hjá Hannesi svona, ekki mikið en það er kannski einhverjum smá klúðursensar á kvitt hérna. Það þegar riddarinn er svona stendur vel, já C6 er mögulega klúðursensin sko. Hérna var riddar F3, nálega sko hvert að kóngurinn að fara af því að það setur ekki riddarinn, hann liggur bara hér. En það setur hér að þá alltaf hóta í þessum hef ég tími H5. Þegar munum við hér. Ég ætla að byrja hápeið, það er málið. Kóngur F2, kóngur F4, vinn ég peðið, og F2, bara H4 beint, King E2, King F5, myndir E7, sæl. Fyrir þessum er drottning þá kóngur F4, þetta er clear draw hérna. Já, ég byrjaði að skoða, blessaður ykkur. Það er kannski ágætt að þetta sást ekki, þetta var algjör þvæla. En ég er svolítið að spá í stöðunni þar sem hann lék C6. Hvort það sé bara tapleikur. Hann lék hérna C6. Það spurning hvernig þarf að laga riddarann fyrst, sko, til að hafa hann hér. Til að enda ekki einhverjum tempo á hann, sko. Þetta er komið svona. Þegar C3, hvað er að gerast hérna? Það er hér, hér, hér. Hérna er náttúrulega þekkt sko að riddarinn, já, hann okkar ridd, það er málið. Og það er þekkt að riddarinn hérna, hann vinnur alltaf tempó.
Þú getur aldrei sett á hann og hótað. Þannig að hvorum meginn sem ég fer og það fer ég hérna meginn. Þessi fellur. Já, hann verður að koma þessu riddara á þessu G-dreit, sko. Það er málið. Þannig að Guðmundur er að missa vinningi. Riddari D6 er unnið hérna. Þessi stað leikur hann riddari C3 skák. Og Hannes sleppur aftur með jafntefli. Eða hefði átt að gera það. Þannig að nú getur við fara aftur á D5 og leiðrétt mistökin. Þetta er skelfilega telt endatafl hjá báðum. Þeir eru að nóga tíma. Þetta er ekki flóknir útreikningar. Já, sko, nú er ég að leika riddari E7. Það er hérna tempo. Ef við beint hérna, hver er munurinn núna? Hér. Það er nú munurinn að ég get elt riddarann og hóta allir illu. Það er ekki. Ég þarf að fórna. F2. Það er í tímalega hérna. Já, ok, ég er kannski aðeins að íkja einfaldleikann í þessu. En af hverju kemst ég ekki út hérna? Fyrir ekki, ég ætla að fara H2. H5. En það fastur. Hérna. Það kongur eftir að riddarinn er alveg fastur. Þetta er ekki tempo hérna. Ég er tímið þennan, oi bara. Úff. Þannig að þetta er líklega unnið eftir að þetta er E7 skák í stöðunni. Svartur á leik. Svartur á leikinn. Riddari E7 vinnur. En nú har hann nóg tíma, hann hlýtur að finna þetta núna, sko. Þetta er eitthvað þreyta, menn eru búin að vera að missa niður vinning alveg hérna hægri vinstri í endatöflum. Skottumst aðeins aftur yfir á Hilmi og Bárður Olga loksins á jafntefli eins og við varum búast. Hér eftir kongur E6, þá kom kongur H6, kongur F7. Endurtók stöðuna hérna einu sinni, tvisvar, kongur E6. Kongur E6, tvisvar. Hrókur á H4 áðan, ok. Þannig að við fáum þessi stöðu með hrókinu á H1. Nú fór hann hinum meginn, hrókur B1, biskup E4, hrókur B6 kemur hinum meginn, hrókur D6 skák. Þannig að fara einhverja krísuguleið en ok, þetta á runnið. Og hann getur til dæmis kongur C4, bara hrókur D4. Það svo hvað að gera. Hérna, já ég get ekki farið hér, þá fellur riddarinn. En ég get ekki haldið pressa á riddarann og til að vinda peð, sko.
Ég er að fara hinum einn og þá þá höldum bara valdinu. Þetta er staðan, hrókur D6 og Vignir hugsa málið. 9 mínútur Vignir, Hilmir með hvítu mennina hefur 4 mínútur sem má nú alveg vera nóg, en það er búin að vera aldeilis vendingar í þessu endatabli hérna hjá Hannesi og Guðmundi og í þessari stöðu þá er Riddari Esja vinningsleikurinn, en Guðmundur er K5 og þá á Riddari E2 að bjarga jafntefli, en Hannes leik K4 og nú er Riddari E7 aftur inni. Sem hann leik loksins. Þá kom C7. Það er staðan okkar. En núna vinnur kóngur E3. Þetta verður hvítur að reyna að koma með kónginn. Hann er bara sitt. Þetta er H3. Nei, hann er bara alltaf sitt sko. Þannig erum við að fórna og reyna að koma með kónginn, en þá erum við komin hérna. Og munið að Riddari, hann er alltaf heldur peð og kóngi í skefjum hérna. Já, við erum bara langt á eftir. Já, þetta er bara alveg klar sko. Já, það er skiptist að ná að finna ekki vinninginn og Guðmundur að finna ekki vinninginn og Hannes að missa skákinu og jafntefli í tap. En nú er þetta alveg búið sko. Completely over. Þannig að Guðmundur hefur á endanum sigur sem hann átti að í raun skilið eftir að mörgu leyti eftir fína flétti í miðtaflinu. Svo vant á honum að klára dæmi í miðtaflinu. Hann var svona eiginlega komið langlegina en misti af alvöru killer. En nú er þetta bara búið strákar mínir. F3 on the board. Tíminn hjá þeim. Nægur tími 8 hjá Hannesi, 4,5 hjá Já, ég gleymi oft að laga hérna textan eftir að það er búið að skipta um skákir. Þetta er ekki Helgi Ás og Alexander lengur, þetta er Hannes og Guðmundur. Það sem F3 er, já, unni tafnuna í sustum. Þetta er ótrúlegt. Já, Hannes hefði nú líklega státt að fara hana í gatfæri 3 gegn 2 þar sem hann er fljótar að koma kongnum í vörðina. Vignir Hilmir er ekki búið, nei. Og svo hún verið aðeins lengri en þessi. Hannes tekur hana og svo okkur fær ég það ekki upp. Tekur F3. Kóngur tekur F3. Já, þetta er bara búið. Þetta er búið. Kóngur D6, þá kemur að sjálfsögðu Riddari C8.
Kóngur D7, riddari A7. Og það hjálpar alltaf svona, já, þekkja sér þemu, þá bara sleppum að við alla útreikninga. Sem dæmi bara að þekkja það, ok, kóngur D7, riddari A hér. Það tekur svo mörg tempo fyrir kóngin að fara og setja riddarann aftur. Bara til þess að riddari komast á yfir hinum megin og sagan endurtekur sig, þannig að við vinnum alltaf tíma. Og hitt er að ef hann vekur upp, þetta er til dæmis fórhendur F5, þess að ef við vekjum upp hérna í þessari stöðu hérna, já hér fyrir ekki, það er bara svo langur vegur hérna á F1-reitin, 7 moves, þannig að við þurfum bara 1, 2, 3, 4 til að blokkera það. Eða kongur gæst að geta, þá er þetta búið spil. Og maður sér það strax, það þarf raun ekkert að reikna, maður sér strax að nær því aldrei. En kongur F5, kongur G4, búið. Það virðist að vera komið, kongur F4, kongur H4. Og hérna er vandamálið að þó við náum að hérna blokkera konginn. Þeir eru kannski hættir að sjá, komum það rétt. Segjum, já, kongur F4, kongur H3, kongur F3, eða H4. Ég kemst allt út. Já, þannig skal stefnir þetta eitthvað aðeins áfram. Sjá hvort það komum hann einhverja prísund, en það bara finnst ekki tími til þess. Konginn F3. Málið nefnilega að við getum haft riddarinn á D6, leikum svo H2 skák, sem komum svarta kongnum á G3, þess að peða H3 svarta kongnum á G3, leikum H2 skák, bara sýnt þetta alls snutt. Segjum bara að þetta fara einhvern veginn svona, við getum alltaf þingað hérna. Hvað kom ekki leikir, hvað er að gerast? Já, við getum alltaf þingað stöðuna einhvern veginn svona, svo höfum við bara riddarinn á D6, leikum H2 skák, leiðum honum að vekja upp og riddar eftir mát. Þetta er líklega að fara að enda einhvern veginn svona. Nei, ég glemdi að skipta. Já, sjálfsög glemdi að skipta. Þetta er að fara að gerast, ok, við skulum skipta bara og kíkja alltaf á þetta. Við getum alltaf þingað konginn á G3 og setjum riddarinn á D6, svo leikum við H2 skák, 3, 4, riddar eftir mát. Þetta er mjög líklegt að koma á borðið. Vignir og Hilmir er ennþá í gangi. Við kíkjum á það um leið að þessi klárast, þannig vantar ekki mikið eftir þessari. H3. Það er ótrúlega hvað Vignir er að ná að djöflast í vörninni og vera fyrir Hilmi. Það var magnaði að það myndi á endanum hafast hjá honum að djöflast eitthvað jafntefli. Ég sé það samt ekki ennþá, en liðin á borðinu því fækkar og fækkar.
Við skulum klára þessa. Þetta á nú að vera alveg klár. En aldrei segja aldrei, það er, já, búið að skiptast á mistökunum hérna í þessari skák. Það skiptir henni engu máli hvort kóngurinn fór að G1 eða H1. Af því ég get alltaf, ef annað verður betur en hitt, þá get ég alltaf bara farið inn á G3 í gegnum H4 fyrst eða beint. Þannig að hvítur getur aldrei valið einhvern rétta leik til að koma mér í leikþröng. Guðmundur fer frá borði. Svo kíkja þess aftur á, en já, við erum fljótur að fara aftur yfir. Ég held að það var svona skokkljótur nú að fara að ljúka. Ok, hann er fullt af leikjum hjá Vigni og Hilmi. Við skulum aðeins sjá hvernig þetta hefur þróast. Já, við vorum hér, hróku D6 á hann. Kóngurinn fór í E7, þetta er G5. Biskupinn var onni hérna, ennþá onni, G4, hrókur F7 skák. Tekur peð á B7 en gefur F5 peði. Þetta er kannski ekki alveg það sem hann vildi. Minnkar peðunum. Þá aukast jafnteflismöguleikarnir aðeins. Úrvinnslan er svona ekki alveg upp á 10. Kóngur D8 hrókur fyrir A6. Kóngur D7. Nægja að valda þetta C-peð. Já, nú nefnilega gæti... Já, hann þyrfti að hafa hinn biskupinn, sko. Til að stríða honum. Þetta er til dæmis... Já, ég er náttúrulega líka leikjastur yfir F7. Þannig að ég þarf að leika passív leik. Þá væri þetta smá pickles ef að þetta væri svartrættabiskup. Þá væri stöður þar sem við þyrftum svolítið að vanda okkur. Þar sem þetta peð má ekki fara að snemma stað, sko, þegar það er komið á fjórðurreitaröðum. Maður þarf að passa sig á að maður íti því á 5. En hérna er bara vitlaust biskup, vitlaust horn, sko. Það er auðunnið. Fórum við mitt yfir endatöfla sem að, já, peður A4 og svartrættabiskup með kvennanlæslinu, og þá verður að passa á að fara ekki að snemma stað með peð og A5. Það getur verið jafntefli. Hérna á það ekki við, því að það er einfaldlega vitlaust litur á biskupnum. Við ætlum að fá stöðun aftur hérna, já, D7. Hann leikur okkur A7 skák, kóngur E6 og núna hrókur A5. Sýnist hann ekki ennþá búinn að leika. Svo sé ég að reikna þetta. Ég er vantarlega báðir búin að sjá þessa hugmynd með riddari D6 E4 F2. Já, eins og segi, Vignir ætti að hafa þetta, en þetta er búið að taka alveg óheyrilegan tíma. Þetta hefur ekki verið kannski fyrirmyndarúrvinnsla, en ætti samt að duga ennþá. En ég verð samt að segja, þetta er alveg, já, ótrúleg vörnina hjá Vigni. Þetta er svona stórmeistara vörn. Er bara engan veginn að gefa sig, sko.
og það er það sem er svo ótrúlega skák. En ef þetta væri einmitt hinn biskupinn, við gætum núna fórnað á C5, að þá þurfti hvítur ennþá að vanda sig í endatöflu, 8-7 unnið. Það var akkurat einn tímapunktur sem hann má ekki íta penur langt, en sem betur fer fyrir Hilmi, þá þarf hann ekki að gera því. Hann er síns mér að gefa þetta eftir H3. Þetta er alveg mólegitum, já, kannski sanngjarn úrslit, en það var aðeins svo mikið af minnstökum fannst mér að báða bóa með þessari skák. Ég verði eiginlega að gefa þeim báðum svona smá mínus fyrir þessi skák. Það er ekki alveg svona super landslagsklassi eins og við eigum að venjast á þessum skákunum. Það er ekki laust eða menn sé orðnir svona aðeins þreyttir. 11 umferða mót, þetta er ansi strempið. Og ekkert óeðlilegt að fara svona að síga aðeins í hjá mönnum. Þannig að nú er aðeins ein skák eftir. Nú getum við bara einbytt okkur að henni og það er, já, eiginlega mikilvægasta skákin í umferðinni, það er Hilmir Vignir. Ef Hilmir vinnur þá er forskot Helga Áss orðið 1,5 vinningur. Ef Vignir nær að ná fram jafntefli hérna, það geti munað töluverðu, þá munar bara vinningi. En þrátt fyrir að svo möguleiki sé vissulega fyrir hendi að Vignir tapi, sem er enda bara líklegast, þá á móti alls ekkert búið, af því að Helgi Áss fær svart á Guðmund Kjartansson á morgun, og eins og segi, þrátt fyrir svona mistök núna í lokin, þá náði hann að vinna skákina og það hafa verið batamerki á tapmennsku Guðmundar, ekki langt síðan að hann var í topp 10 á Reykjavík Open, bara í síðasta mánuði. Þannig að ef hann er að ná sínu vopnum aftur, þá er ekki auðunnið að leggja Vignir að velli. Hins vegar, on the other hand, þá þarf Vignir að vinna, og er það ekki að móta honum Hannesi. Og það er flett upp. Þannig að hann er þá aldrei að fara krísugulegina. Vignir verður að vinna Hannes með hvítu og Helga Áss með svörtu. Ég ætla bara að kíkja á þetta svo sé rétt hjá mér. 10. umferð, Vignir Hannes, já, það er svoleiðis. Vignir verður að leggja Hannes velli, hann datt myndarinn út í okkur. Vignir verður að leggja Hannes velli. Er nokkuð með á hérna? Já, nú er þetta orðið Hilmir. Þessi dottir út, en mótið þá skulum við bara fá live stöðuna hérna, afsakið þetta, þess að 100, þetta er live staðan eftir Rókur A5. Hilmi og Vigni. Já, Gummi, hann er ótrúlegt, hann er núna eiginlega bara að ná í 2 vinninga í steindauðum stöðum, 2 umferðum í röð. Og þetta eru svona tapmennskan og stöðutypuna sem verðast hent honum vel, og hann er með hennar Magnús Carlsen eiginleika. En á móti þá er náttúrulega ekki að góður á Carlsen í hérna svona flóknari stöðum og taktík. Þótt hann hafa nátt ágætis taktík með Riddareldar E3 og þá á hann að sjá drottning E3 skák sem klára bara dæmið. Og það er svolítið vant oft hjá hann að klára svona skákir og þess að vera að eyða ork alltaf í 60-70 leiki. Þótt hann sé nú alveg ágætis form og allt það, en það er allir sína kost og galla. Guðmundur náttúrulega hefur alveg feikilega kosti umfram flesta íslenski skákmenn mörgu leyti, enda 3-faldur Íslandsmeistari. En já, Hilmir hugsar hér á 3:40, Vignir er komin í 1:20 í vörðinni.
Já, Vignir er að hugsa sig 1 mínúta og 10 sekúndur. Núna. Vörnin er við. Hann fyrir þetta já. Hann drepur á C5. Og spurning hvort að sé eitthvað að misminna Vignir og haldi að sé að rugla endatöflun sama við sérst að það hefur svart þetta biskup. Þetta voru koldabað. Ég var einmitt að spá okkur mátti ekki leika hér. Það er ég aldrei að hóta að drepa. Þá get ég farið í hitt en já, þetta er miklu auðvöldar en þetta líklega svona sko. Það er miklu auðvöldar að vinna þetta sko. Rittarinn er svo lélegur svona sko. Hann er ok, hann drepur á C5 hérna og ætlar að fara í þetta eftir drepið. Sem er unnið. Hann leikur rittar í F5, hann er svolítið tjekka leikur. Hann á nú að vita hitt sé unnið. Og ég held að það sé réttar ákvörðun að drepa C5. Því að það er svo auðunnið. Það er ok. Eða hvað, næra hann kannski Rittar F5 er kannski bara sniður leikur af því ég hóta rittar í D4 skák. Ef rittar eitthvað rittar í D4 skák, ef kongur D4 rittar í E7 skák og ég fæ léttar endaflið. Þetta er kannski bara rétt hjá honum, ég verð að taka þetta tilbaka. Knight F5 might just be correct. Biskup B4, já, sniður. Sniður strákurinn. Þetta var eina leiðin til að, já, hann var að halda biskupnum inn á. En þetta kemur út á 1. Hvítur gæti reyndi að vera sniður henni með rittar að G3. Það kemur rittar að B7. Og hann reynir að vera sniður. Það er samt óþæra oft í svona stöðum að reyna að vera sniður. Það er bara find the winning endgame and go for it sko. Og hérna er kannski full mikið að reyna hérna. Nei, ég tek þetta allt tilbaka. Hann er að þynga fram rétt endalaflið. Ég tek þetta allt tilbaka. Þetta er listilega vel gert hjá Hilmi. Og nú er þetta keksbúið. Getum meira þess að skorða kónginn á sílunni. Já, þetta var fínt hjá Hilmi. Úrvinnslan lokin fín en svona tók ekki svona lengri tíma maður hefði haldið svona framan af endatabli. Þetta hafa átt auðvitað leiðir en nú er þetta alveg búið. Það eru endatöflur strákar. Búin að fá alveg athyglisverða endatöflu á þessu móti. En það er kannski lærdómur að finna. Það er auðvitað að vinna hrókópeð á móti riddara heldur en hrókópeð á móti biskup. Geta verið pittir þegar aftakan hefur biskupin. En strákar mínir, stop it. Stop the count. Ef maður safnar saman leikjunum sem ég leiki svona óþörfu, það er komin einhverju 100 leikja sem að og tíma sem að já, er alveg fínt að fá tilbaka. Menn ráða þetta.
algjörlega sjálfur hvernig það gefast upp og hvað þeir tefla áfram. Það er leikurinn að koma bjarni 4. Ég skákar að tala 10-3 eða hvað. Nei, A6. C4. Þetta er C7. Ég meina, er einhverju pittir í þessu? Ég bara man ekki eftir að sé eitthvað trikk í þessu sem maður þarf að varast. En já, eins og ég segi, stórmeistararnir gera þetta, þeir verjast fram með rauðandauðan og það oft skila punktum, komin í 8.5. leikirna. Það er 4, já, ég sá enga ástæðu fyrir því að leika ekki A4, A5. En það getur ekkert verið of mikið eftir hérna, þannig að við fylgjumst bara með því. Þetta er A6. En veika von svart sér að hvítur leikja sér þessi A-peð einhvern veginn. Og þá er riddarinn gegn hróknum yfirleitt jafntefli. Nema kóngur og riddarinn standi afskaplega illa og riddarinn hreinlega tapist. Það kom einhverju leikir. Kóngur komin að A7. Hilmir ekkert að flýta sér, fær sér bara hana. Þessi smá vatnssopa. Hvítur á leikinn, 7 mínútur á svart, 5 mínútur á hvítt. Það er ekki einu sinni tímapressa. Og já, það liggja eiginlega meira minn alla leið til Rómar. Það er oft ágætis þumalputtaregla í svona stöðum. Já, það þarf engan table base í þetta er unnið. Ágætis þumalputtaregla, það var hrókin á gagnstæðum reit við kónginn. Ef við erum svartreitað þá þess að kóngurinn á hvíturreitað við hrókin á svartreitað og svo framvegis. Þannig við það að fara að leika hana. Þetta er síðan sjakk. König C6.
Það er ekki alveg hvert hann að fara með kóngin hana, svo sem skiptir ekki alveg. Það er nú bara lengt vinningin aðeins hana. Það er rosalega hættu því að það verði góðmynd að billanum eftir. Bendi gestum að gangandi og áhugamönnum góða stemningu að kíkja bilja bara. Púl, píla, skákborð. Og fyrir þá sem þystir, þá er hægt að fá kaldan á kantinum. Er ykkur leikir í kvöld? Það hlýtur að vera. King D6 move. Landsliði. Eru oddalegur í körfunni? Er hann í kvöld? Hvað segja gárungar? Segja gárungar það? Kongur D6 síðasta leikur. Herri, er þetta bara orðin lengsta skákinni þessa í mótinu? Ég held það. Getur verið dýrkeypt tap hjá Vigni en samanskapi hann á hann ennþá séns. En til þess að eiga sensinn þá verður hann að vinna gegn Hannesi í næstsíðustu umferð og treysta á Guðmund Kjartansson til að hjálpa sér. Ef Guðmundur gerir það og Vigni vinnur á morgun þá er það bara úrslitaskák. Helgi Áss, Vigni Vatnar. Allt svo úrslitaskák upp á það hvort að Vignir komist í bráðabana og ég held að ef Vignir gerir það þá held ég að flesti myndu nú veðja á Vigni í bráðabananum. Já, mér sýnist bara Vigni verið að reyna að hrekja þennan riddara eitthvað lengri í burtu áður en hann fer að ýta þessu apheiði. Og verður tilbaka C5. Og nú náttúrulega er riddarinn stendur verð hérna ef hann þarf að fara B7 þá getum við farið að ýta á skákadótinu. Áðan var hann C7, þetta var svona maður segja þessi aðgerð hjá Hilmi hafi borið árangur. Já, kongur B5 fýllleikur. Þetta er ekki uppfærast þannig að kemur þetta kongur B5.
Já, þetta var að taka lengri tíma að klárast þetta en ég hélt. Líka, já. Ég er á sama tíma hneykslaður á að minn halda áfram og á sama tíma er ég að hrósa mönnum fyrir að gefa sig ekkert upp og gera þetta erfitt. Ég er ekki alveg að finna millivegi. En nei, þetta er auðvitað rétt í þessum aðstæðum, alltaf að keep fighting. Það þótti þessu unnið, allir veit þessu unnið, að þá, ok, það er svona smá tækni, þolinmæðis tækni til að klára þetta. Og það er nú alltaf að hafast. En þetta á að vera alveg búið núna. Riddarinn stendur svo illa. A6 fyrir að koma. Já, en Vignir hugsar þá. Það er svolítið svekkjandi fyrir Vigni að hann er mögulega bara upplifa það að mótið hans sé svona, já, í uppnámi, en hann á ennþá séns. Það er bara að treysta á aðra, það er svona munurinn á hrókur E6, þá gefst hann upp. Já, ekkert alveg sáttur, menn svona, ef maður er ekki sáttur þá dríða menn sig að kvitta og fara á skáksalnum. En já, þetta er ákveðin vending hjá okkur. Ég ætla nú að fá hérna stöðuna að ganni. Við höfum þetta svona rétt á meðan, þetta er lokastaðan. Spurning hvað það sé búin að uppfara. Nei. Já, það var eftir að uppfæra Chessisholt logoostinn í þessari skák, en ég skal bara fara yfir þetta. Ég vantar þá Hilmi hérna, hann er með 5 ára. Þetta er komið hérna, úps, fyrir. Já, skulum fá þetta hérna. Eftir þá geta farið hér og dreigið þetta til hérna hjá okkur. Já, þetta er þá staðan hjá okkur eftir 9 umferðir. Helga skrifar sem 8 vinninga, stendur ansi vel að vígi og hefur 1,5 vinningi fórskot á Vigni Vallar Stefánsson sem er 6,5. Þannig að Vigni þarf að treysta á sjálfan sig og Guðmund Kjartansson í næstu umferð til að eiga sénsinn. Hilmi Freyr Heiminsson er komin í 3. sætið og er þar í harðri baráttu við Guðmund Kjartansson og Alexander Domalchuk Jónasson þetta 3. sæti. Aðri minna, Dagur, Hjörvar og Hannes með 4,5. Dagur var náttúrulega bestu vinna af þeim þarna, 4,5. Hjörvar svona aðeins að rétta á kútnum eftir skelfilega byrjun. Og svo Lenk og Olga morgun, það er svona baráttan bottsæti. En já, höldum áfram morgun á sami tíma venjulega umferð klukkan 3 og svona 4:30 byrjum við hérna lýsingar. Þannig að við sjáumst bara morgun. Takk fyrir í dag.